Það held ég að Dr. Fútból, Doxón heilsar á laugardegi. Velkomin drengir. Takk fyrir. Takk hella. Kannski þið kynni ykkur hérna frá hægri til vinstri. Tómas Steindorsson. Segðu okkur kannski 3 góða hluti þig. 3 góða hluti. Hóvar. Ég sterka réttlætiskennd. Og get sýnt mikla samúð. Já, það flott næsti. Já, Theodor Ingi Pálmarsson heiti ég. 3 jákvæða hluti þig. Stundvís. Fylgir mér. Já. Og heiðarlegur í minni nálgun. Já, Það rétt. næsti. Gott í þínu starfi. Já, heldur betur. Andri Geir Gunnarsson og 3 jákvæða hlutir sjálfan þig. ég er líka mjög stundvís og bara ég sýndi það hérna í dag. Jákvæður með eindæmum. Svo hef ég alveg gífurlega tilfinningagrind. Já, þú svona skilur Já. aðstæður, mjög svona fljótur að skilja aðstæður ef það eitthvað, já, algjörlega. Sjálfur ég Dr. Fútból. 3 jákvæðir hlutir. Hlýr, Já. promises made, promises kept. Ég þarf ekki að skrifa undir neitt. Nei. Bara stendur það sem ég segi. Og, Þú og Róbert Vestmann í það saman. já, við höfum það segja mér rétt. Og grindur. Já. Þetta er svona mitt álit. Þegar þú segir greindur, hvað áttu nákvæmlega við með því? Tilfinningagrindin. Tilfinningagrindin. Við ætlum að skoða leikina og má reykja í bílnum hjá Tómas spyr Haraldur Jónni. Já, að sjálfsögðu. Og það nú annað enn í Jaguarnum hans Gunnar Birgis. Þar komst að því ég eigum með daginn að það má ekki. Það má ekki einu sinni sko taka og þú veist, svo opna hurðina og svona blása út þegar maður er að labbin í bíl. Það má ekki. Var ég búin að segja þegar ég keypti mér Nissan Qashqai 2007. Þá ætlaði Gilsan að kaupa sér pulsu og éta hann í bílnum. Ég sagði, farðu út. Það var bara svona glæný bílalykt inn í bílnum. Ég vildi ekki pulsulykt inn í bílnum. Ég sendi hann út og hann sagði, ekki að djóka. Ég sagði, nei, farðu út. Það er ekki verið að éta pulsu. Ekki svona fljótlega eftir kaupin, Nei. Rár laukur, sko. Ég bara vildi ekki sjá þessa lykt eða vildi ekki finna hana, sko. Ég mátti ekki taka drikkin í Jaguarinn og Gunnar, sko. Nei, Ég þetta tjökkan bara Það líka ríkala skemmtilega bíl hjá hann. Já, hann líka inn í bílnum, hann alltaf bara impeccable, sko. Það ekki rík korn. En hvað er þessi Jaguar hjá hann? Er hann nummer 2? Þetta er nummer 2. Er hann á tvistinum, Hann já. gafst á rafmagninu. Já, gafstu bara rafmagni. Hann var komin nóg á rafmagninu, ég er nú hrifnar af því. Má ég sjá, einhvern púllara sem er ekki hræddur við hjöpatakk. Er einhver hérna púllari sem er hræddur við mig? Nei. Engin hræddur. Má ég sjá Ponsan með heklaða svitabletti. Sjáta á þetta. Já, ég var að koma úr ræktinni, þannig að það er góð brennsla í gangi núna. Heldur betur, sæli snillingar. Ég er heima á mömmu og pappa á Akranesi að horfa á okkur snillingana, segi Bjarki Viðarsson. Já, það er flottur strákur. Það er flottur strákur. Herri, við slúum bara að henda upp byrjunarliðunum og naflinn er okkar maður á Emirates-vellinum. Ég ætla hann kannski að tengja síman minn hérna inn, þannig ég getur kannski hringt í naflan. Hvað er hann að gera þar? Hann er að fara á Ali Palli. Já. Og Það er að byrja núna bara. Það er á morgun, hann er á morgunveldi. Já, þannig að hann ákvaða að taka hann að leiki í liðinni. Auðvitað. Og er eitthvað þarna sem kemur ykkur óvart, drengir? Já, kannski að Gabriel leikþátturinn, hún með lokið. Já. Og hann spilar, hann er búin að vera góð leikþáttur þar í gangi og kannski hann líka Lúis litli Skelli þarna byrjar í bakverðinu. Hvaða leikþáttur áttu við með Gabriel? Hann er búin að vera svona að segja hann sé alveg að vera klár og alveg að vera klár sem er búin að gera fantasy-spilara geðveika síðustu vikur. Já, skilur, þannig að hann getur bara aldrei, hann er ekki til dæmis mjög heiðalur, mikilvægt þetta. Nei. Ekki heiðalur í sinni nálgun. Nei, alls ekki. Hann er hérna, en það er ekkit óvægt hjá Everton sýnist mér, sko. Það er nú bara svona eins og Bara gaman að sjá Asli Jónk alltaf á sínu staðan hér bak. Já, heldur betur, alltaf gaman að sjá það. Ég held að sé allir saman á því. Hér sjáum við Liverpoolið, það er bara klassískur 4-3-3 þar og ekkert pláss fyrir Darwin Núñez í byrjunarliðinu. Er ekki Jota komin á bekkinn eða? Jota er á bekknum, ef einhverju ætti að vita það voru Sigurður. Má sjá. Það var eitthvað tæpur allavega, það var svona, hvað sér ég? Hann er á bekknum, hann er komin á bekkinn. Hann er komin á bekkinn, en kannski á Fulham og það er báðir, það er hafsendaparið er átt. Jókim Andersen og Calvin Bassey. Issa Diop. Við sjáum að Liverpool er að fá Arsenal-breykinn frá því fyrra. Já. Þú veist, þeir eru að bestu mennir er ekki þegar að
þeir mæta þeim, hver er sér Cuenca? Þetta spænskur hafsend. Já. Það munaði litlu á sínu tíma að Manchester hefði tekið þess að díu og báða okkur 50-60 eitthvað sem þegar var þetta fyrsta, það þótti mjög spennandi leikmaður. En já Cuenca, er þetta svona, hann er góður á boltanum? Er þetta einn af þeim? Já, þetta er svona einn af þeim og svona laumarinn mörkum típan sko. Þú voru að spila út úr vörninni. Já. Heldur betur. Hér eru liðin hjá Newcastle og Leicester og talandur Lukku, þá Dubravka í markinu, engin Nick Pope sem hefur verið að díla með eitthvað meðsli. Rúdvanistur og lærisveinar hans klárir í þetta. Mavid Didi komin í byrjunarlið, það er skemmtilegu leikmaður hérna númer 10 en annars er þetta allt saman að fara hefjast. Má ég sjá þarf skoðun má ég sjá, ekki eitthvað viðbót? Já, Wolves Ipswich. Að taka fyrirlega bandið af Lemina og kongurinn, Nelson Semedo er orðin fyrirlið og fekk sjárat frá Bruno Fernandes og gramminu. Kongurinn. Þetta er bara leikmaður sem að ég skil ekki hvernig næra að rúla í gegnum þetta líf alltaf. Já, allt í núrun hafsendana líka, það er mjög áhugavert. Já. Nei, svo sína menn kannski smá tilfinningar hérna eftir eitt leik, bandið af. Bandið af. En hann er inn í liðinu samt. Já, hann er í liðinu. Hann er búin að taka út sína refsing. Misti bara bandið, já. Þeir að setja þetta stað á Anfield, ég sé það svona á hliðinni og allir leikir að fara að byrja. Þetta er byrjað allt saman í Þýskalandi sem að Leverkusen að vinna Augsburg 1-0 og Mönchengladbach er að vinna Holstein 2-1 og svo er það Bochum sem er búin í miklu vesinni, er að vinna Union Berlin 1-0. Það er byrjað leikur í Serie A, Cagliari og besta liðið Ítalíu, Atalanta er að mætast núna og staðan er ennþá markalaus þar. Það er áhugavert ef að Atalanta er að halda upp þessu góða gengi. Hafið skoðað hverjir eru svo Atalanta-liði og sé þetta er oft svona leikmenn sem búið að segja nei takk við annar staðar. Rejects, Lukman náttúrulega. Já, Katsileri hérna. Já, Di Katsileri og svo eru þetta Kolasinac, Arsenal-maðurinn. Já, er hann þarna? Hann er þarna, svo er hann Ben Godfrey er þarna. Já. Þinn maður náttúrulega Skammakka, voru ekki búin að segja það. Nei, Group of Misfits. Já, Group of Misfits svolítið og þarna komast þeir á góðan stað. Hins vegar sé ég að Lukman hann er ekki eins og hóp, jú hann er á bekknum bara. Skammakka er ekki inn á. Nei, hann er bara meiddur. Er ekki með þessi Mario Pastalits á miðunni, hann var í einhverju ensku liði, hvort það var Chelsea eða City. En nú keppast menn við að dásama Serie A og við erum að horfa hérna upp á rejects úr sko, ekki bestu liðunum í Englandi sem er að gera gott mót og mér fannst alltaf svona eins og með Pablo Osvaldo. Já, emitt. Southampton. Ítalinn spilaði Southampton. Hann spilaði fyrir Southampton, svo spilaði hann fyrir Inter, Juventus og Roma. Það er alveg ferill, en svo var hann bara hættur. Hann fór þarna í Southampton, skoraði eitt geggjað mark og fór svo. Það var svona basically það sem hann gerði. Svo er náttúrulega Ederson á miðinu þarna hjá Atalanta, það var árað hann mikið við United þessa dagana. Sko, Villi er að veltaði fyrir sér hvað misti Andri Geir eiginlega mörg kíló í Tælandi. Hann er eins og 10 little baby þarna. Hann er eins og Belsen. Já. Hann er eins og Belsen fangi. Ég reyndi að bæta á mig en þeir eru bara svo burðið. Þetta er þingsta Dogsson held ég sem hefur verið. Hvort eru menn með fyrirlega bandið á Cole Palmer eða Mohamed Salah? Salah. Gömlu gildin. Já, ég vildi vera með fyrirlega menn ég var í hérna bara. Hugsaði ekkert með Salah? Nei, hann Saka? Nei. Ég segi bara sem Mourinho. Ég er að nálgast þetta svolítið eins og rúlettuna þegar rauður er búin að detta heldur oft og styttist í svarta. Ásgeir Haugur spyr hvað er að fréttur enska? Var í Bíkó. Það er ekki ennþá komið mark en það er nokkur leikjum lokið nú þegar í ensku Championship-deildinni. Og í ensku Championship-deildinni var það kannski helst að frétta Coventry vann Hull City, byrja vel hjá Frank Lampard, Bristol City 1, QPR 1 og Preston North End og Leeds gerðu 1-1 í aðtöfli. Preston North End auðvitað, sígursælasta liðið sem eru aldrei spilað í ensku úrvalsdeildinni. Hvenær skoruðu Leedsararnir? Ég var með, var eitthvað aðeins að fylgjast með þessu? Já, 90 ár. Þeir gefast aldrei upp. Nei. Og það var sjálfsmark sem að jafnaði þetta allt saman fyrir þá. Nú á Spáni verið að spila Espanyol og Osasuna. Strókar, ég var að reyna að útskýra það fyrir fólki þarna í Dóttum fútból að okkar, kannski þið aðeins yngri en ég en við erum ekki
ólust ekki upp við að halda neitt rosa mikið með einhverju liði á Spáni. Þetta var aldrei í sjónvarpinu. Maður svo kannski El Clasico fyrst kannski 16 og 17 ára og hvernig það var. Haldið með einhverju liði á Spáni? Já, ætli ég sé ekki Barcelona megin. Já, ég það, sko, þetta var samt þannig samt þegar við vorum litlir, þá var kannski voru sýndir 1 eða 2 leikir í enska boltanum eitthvað. Þá var maður með lið á Ítalíu, á Spáni og Englandi og ég held jafn mikið með þeim öllum. Já, en svo þá var ég harður Barcelona, svo kom Beckham, þá skipti ég yfir, svo fór hann, þá fór ég aftur í Barcelona, svo kom Cristiano, þá skipti ég aftur yfir, nú er ég komin aftur í Barca. Já, þú heldur með þeim núna? Já, það sýnir kannski svona hvað það er ekki mikið. 2 börsungar en er þú ekki börsungur líka? Ég er börsungur, harður. Andri er svona harður, sko. Það var bara, ég var að ræða við Buffon-treyna það var glansinn og silfur. Ég sá 99, Figo í silfurlita varabúningnum og ég bara, þá var brást í fyrstu sín. Ég ser ekki samt alltaf Rivaldo fyrir þér í þeirri. Jú, þetta er Rivaldo treyja. Ég held að tengja sig að ég fekk þess 100 ára treyjan, þetta 99. Já, það var bara aðaltreyjan. Sko, við erum komin borð í einhverjum dalli af því ég sé svo illa langt frá mér. Ég er að reyna að horfa hér. Jú, það er á Solberg OF1. Takk fyrir góða skemmtun. Það eru skemmtilegi gaurarnir á tjattinu og stelpurnar á tjattinu á YouTube. Ég er að lendi í sko doktorfútból leikmenn, þeir eru að verða svona eins og þarna körfuboltaspjallið þarna, varst ekki þarna dómarspjallið? Bara, þú veist, það er svona, ég þarf að fara með mér hreinsana. Þú ert löngu bara að missa stjórn á þessu batteri. Ég kom alveg sko bara, Þetta er orðið alltaf stórt. Var ekki Kelevan að láta menn heyra það? Gunni greið bara að taka við höggum bara í hverju einu. Já, þeir eru gaur eitthvað að tala um eitthvað liftingasambandi eitthvað, ég bara svona. Mér fannst Keli halda þessu vel niðri á einhverju tímapunkti, núna er þetta eiginlega bara orðið of. Þetta er ekki einsmannsverk, sko. Þarf ekki Keli bara að banka upp á fleiri hurðar eða? Jú, svo er það. Hversu rosalega var þetta myndir af Kela að banka? Þetta er svo intimidating svipur, sko. Tjekki á sig, eigum við myndina strókar af Kela að vera að dingla, glemdi ég að skoða seðlana strókar? Já, kíkjum á seðlana. Nei, Everton Herri bara hakt túa, hvað var að gerast? Er Everton að gera eitthvað? Nei, þú kúrir bara átti Birmingham með komið 1-0. Birmingham komið 1-0. Ég er með nefnilega, ég er að veðja svolítið á að ef að Everton skorar, þá dettur seðlinn minn. Skoða selana, ég var bara með Antoni, ég veit ekki á hverju setja Antoni Gordon skoris, hann er ekki eins og á vítum sko. En já. Það er Kristján Frosta effektið. Kristján Frosta effektið. Sheffield United á móti Plymouth, ég sé að betta á móti Mike Phelan er alveg kriminalt sko. Gjössanlega kriminalt. Mike Phelan Hann er aðstoðumann svo Wayne Rooney. Já, var hann að taka hann inn? Já, hann er þarna á stöðbúksson. Jú, þetta er gott að vita. Ég reyndar vissi það ekki sko, þegar ég Það breytir svolítið stöðinni. Já. En ég er svona einmitt, það er alltaf fór daldið sem við settum á Rooney síðast. Já. Þannig ég ákvað að fara á móti. Ok. Í dag. Þú keirir stöðlinn vel upp hana með jafntefli í Já, nú er ég bara að horfa, þeir geta ekki unnið alla leiki. Ég vissi reyndar ekki að vissa Díopi miðurunum. Ég ætla að játa það. En það styttist alltaf í að þeir vinni ekki sko. Má ég sjá spurning á andra glænýr straight out of the box Vapor 3 eða 9 David Beckham preddanir Vapor 3 Wow. Hvað snillingar og búlis mítja þeir? Hvað var þetta bara 3 sekundur bara klart? Þetta er easy, þetta er alltaf David Beckham Nei, máli er að sko, þetta er remake þetta er eitthvað nýtt Hvað eru preddanir mínir? Ég er með preddaðina Já En remake er virkilega fallegt sko. Er það 98 preddan? Nei, ég er með 2006 predda sem ég spilaði stundum í Ég myndi reyndar velja alla aðra liti heldur en þennan á Vapor 3-stinum sko. Já Það er mennar að byggja dokk með gleru en doktorfútból ætlar að fara í einhverju svona steina aðgerð einhverju Henda sér í leyserinn? Já, ég þarf að henda mér eitthvað Ég get ekki verið með gleru sko. Nú, bilder dagsins kíkjum á hann Tommi segir að bæði lið skori í Liverpool Fulham Og jafntefli, þetta er 1-1 jafntefli og þetta er bara þetta gott feeling sem maður hefur Já Nú, Sasa Lukic fær gult, ég held að það sé gott tips Hann er svolítið í því að fá spjöld Og ég er á því að mörkin verið undir 1,5 í fyrirháleik Mér fannst að, hvað var stuðlan þetta, mannstu það? Ég man það ekki en Við erum að treysta það svolítið á markmennina því ég ætla að yfir 9,5 á markið sko. Bara í leiknum Já. Ég er að svona búist við stuðið hana
Það er ekki alltaf að láta vita að það hotn hjá Arsenal. Já, þetta er alltaf stór hættulegt sko. Er ekki að taka Monaco? Tjekki á þessu okay. Hér er Epic, þeir með nú eiga það. Þeir eru alveg kunnað þetta alveg þarna á X-inu sko. Þetta er rosalegt sko. En ég með hnífin á það. Nei, Hvað heldur hún á? Þetta er símin á. Þetta græna Pælið er að þessi maður það kólar ekki vegabrifið hjá þessu manni. Býtu ha? Hvað er hann núna? Kjelic. Já, hann mættur eitthvað núna til Bretlands. Hann er í Manchester. Já. Hann verður á Etihad á morgun. Það kólar ekki vegabrifið. Nei, hann er einn af þeim. Og hann verður í the away end. Já. Syngja og tralla. Já. Það er gott að vita honum í því að vegi en það er frábært að það er eins og það er eitthvað séns að þið getur fara að kveðast á þegar það líður á sónið, já, það getur nú alveg gæst. Já, það sé svona 60. mínútu setni, þá getur það farið í gang. Þá hendur við stökur. Þú ert snar skeldin. Já. Strákar, ég var nú eiginlega búin að ákveða það, ég ætlaði nú ekki að fara að selja doknarbúsnar, en málið er það að það er kall með markað í Hamraborg 20 hliðin á vídeómarkanum. Já. Svona með gömlum stjörnufötum frá Golden Years hjá þeim. Umbro og Úlsport fatnaður og svona. Úlsportið maður. Þannig ég leta hann hafa bara brækurnar. Hann er að selja þér á 1000 kall stykkið. Og hér eru það, já, hann bara ætlar að vera með. Já, hann ætlar líka að vera með svarta sanda til sölu og svo verða einhverju inniskór hjá hann líka. Svartir sandar. Já, að því ég mótaður af svörtum söndum. En er þetta non-profit dæmi hjá hann með það? Í raun og veru, já. Já, þú veist, hann bara... Hvað selur þú honum þetta á mikið? Ég ætla að gefa honum þetta. Já. Og af því að ég gat ekki staðið hérna fyrir utan að gefa nærbuxur. Hvernig rauk upp eftirspurnin eftir naflan? Rauk þetta ekki þá upp? Hún rauk upp nefnilega. Allir að biðja með, getur hitt mig, getur afhent mér? Herri, nei, ég get ekki verið hérna bara einhvern veginn út allt. Er pósterinn af naflanum á markanum? Já, eru oflítið 1000, að ég segja 2000 eða? Já, þú sagði mig, það var bara grín. Ok, það verið 1000 kall í dag í Hamraborg 20, svo fer þetta á 2000 kall. Það er svona prímarkverð sko. Nei, nærbuxur eru líka dýrar. Það séu þetta enginn, allavega ekki á mér. Nei. Þetta er líka quality. Ég segi það. Það er ekki quality. Fulham komið yfir og það er Andreas Pereira sem er búin að koma Fulham yfir á móti Liverpool. Ég gleyma, ég það marg frá Everton. Okkar maður að fylgjast með þessum leik er að sjálfsögðu ég og sjáum þetta hérna er eitthvað sem Varherbergi getur gert, þetta verður það slæmist hérna á Robertson með lélega sendingu. Díop með líkil sendingu út á vörninni. Engin rangstaða ennþá að sjá. Sending til vinstri, engin rangstaða. Nei, þetta er bara eins löglegt að verður. Gerðu krossanda hjá Anthony Robinson. Já, spurning hvort þetta farið sem nei, þetta er ekkit sjálfsmark, þetta er bara mark hjá Andreas Pereira. Mainz 1-0 yfir á móti Bayern. -1 hjá mér er ekki alveg nógu. Lítur ekki vel út núna. Æ, ríða giftast er þetta ekki svona 2017? Smá. Er þetta white trash? Nei, svona, er þetta ekki líka eitthvað bara svona eitt af þeim sem blöð einhvern veginn algjörlega á? Já. Blöðurinn á þetta. Mér langar ekkert að fokka í þessu. Nei, ég flokkum ekki því og svo getur hann orðið pirrar við sem að stela hans hluti. Hann er mættur í sjallan. Soundcheck. Já, ég baði live soundcheck. Er blöð gengið í kvöld þar? Allt saman. Yes. Leverkusen er komið 2-0. Sko, ég ætla að höfum við ekki að reyna að ná í naflan. Bara prófum að því að það er bara rólegt á Emirates-völlinu núna. Þeir voru samt að fá hotn á hann. Þeir fengu hotn á hann, já. Má ég sjá, er hann hérna? Erum við hér? Jú, hann er hérna. Það er nýr shitsgrabber, Þorsteinn Kristjánsson. Maður bara með einfalt og gott nafn. Þetta er að flækja þetta. Þorsteinn, hvað hann að heita? Þorsteinn. Hjörvan alltaf hefur verið illa við mig eða frá byrjun út á millinafninu. Út á millinafninu, já. Pínu gay. Pínu svei. Það er enda geir. Pínu svei, ég veit. Þess að var ég að segja að vera pínu geir. Er hann nettengdur að nútið það? Sko, er ekki ómögulegt að ringja svona á fullum velli í gegnum internet? Já, það er ábyggilega ómögulegt. Sérstaklega eftir sko Brexitið, þá var maður í basla. Já, reynda stóra vesinni mitt sko gagvart naflanum með það ef ég hef aldrei hringt í hann. Við höfum bara að tala saman á Messenger. Já, það er sama hér. Já. Þannig að ef að Bulli segja símanúmerið hjá naflanum eða einhver bara getur bombað í einhver staðar á mig. Þessi gæi er ekki nú jápúndri, sko. Nei, hann er alltaf stór í það. Hann er búinn að kipa sér það.
Það eins og ég sagði, verið að spila út alla álfuna, það verið að spila á Spáni, það verið að spila á Ítalíu, spila í Þýskalandi og auðvitað í Englandi óvænt staða á Anfield núna, en kannski góðu fréttina fyrir Liverpool þær að það ennþá 75 mínútur rúmar eftir að leiknum. Það ekkert byrjað að spila í Eredivisie fyrir seinna í dag. Millwall Middlesbrough komið yfir á móti Millwall og Swansea komið yfir á móti Sunderland. Óvænta fréttir í byrjun dags þar sem að Bolton tapaði heimavelli fyrir Wigan. Saknar einhver Wigan á ennsku úrsliti? Nei. The rugby team. Hver og ykkar upp á sleikmaður í Wigan? Hugo Rodallega. Horti Gómez. Var það ekki þegar Will Grigg sett hana í byggarnum? Sko minn maður Al-Habsi var helvítið skemmtileg. Hann var skemmtilegur. Líka í Bolton, já. Minor Figueroa var svona áhugaverður leikmaður. Paul Sjarner. Sjarner, hann var raunverulega góður leikmaður. En Amir Saki. Já, Amir Saki. Hann kom að inn. Hann mætti. 2 mánuðir. Þetta var bara eins og cameo bíómynd. Já. Þetta voru bara 3 mínútur, setti nokkur góða línur, svo hann horfður. Þetta samt alveg slagur, Bolton og Wigan, nágranna Derby-slagur bara. Það ekkert langt á milli þarna. Nei, þetta í það sem við kallum Greater Manchester sem að þessi slagur fór fram. Ed Sheeran á vellinum. Já. Verður United City leikur versta sóknarliðsins gegn versta varnarliði ensku deildarinnar. Ég veit ekki hvað að meina með þessu. Ipswich í dauðafæri. Var á línu. Góð fór. Bitu. Ipswich. Nei! Þeir eru komnir yfir. Chaplin. Þetta var ógeðslegt. Þetta var ógeðslegt. Þetta var double ricochet, sko. Þeir eru búin að verja á línu, boltinn aftur út og, já, hvað séu, lýstu þessu, Andri? Þetta hann ver á línu, boltinn fer aftur út í teig, skot á mark í Wolfsara, annan Wolfsara, og hann fer meira sér sko frá marki í Wolfsara og aftur sér í marki. Var minnaður Nelson Semedo eitthvað náttúrulega? Semedo samt með bandið, ekki gleyma því. Hver var það sem var í vesinu? Var þetta Bellegarde eða? Já. Hver þetta? Er þetta Nelson Semedo í vandræðum? Þetta Toti Gómez. Toti Gómez. Það sem hann í lókin. Fyrirgjöf, svo kemur góð fórn hérna. Þá verði þetta vel. Svo kemur skot. Ói! Hann verið á leiðin inn í baki og samherja sínum aftur inn. Já. Þetta nú eiginlega með því verða sem að sé. Þetta lið sem á leiðinni niður nema að þeir losi Gary O'Neill og það nú leiðilegt að segja þetta því ég Gary O'Neill maður sko. En sjá hvað þetta vel gert hjá Delapan í aðdraðan. Hvað gerast hjá Liverpool og Fulham? Viðbröði á gæjanum sem skora sjálfsmörki geðveikt sko. Þetta pen eða? Hann tók bara hérna. Býtu, er Fulham að fá víti? Það red card, það rautt spjald. Má sjá hvort það sé eitthvað sem varherbyggi getur gert. Nei, Van Dijk verið spila á allar rétta, já, nema hnýðið, ég veit það ekki. Já. Andy Robertson, oh my god. Þetta er bara rautt spjald, það er ekkert við að segja. Tommy, Já. þú varst með jafntefli. Já, með jafntefli það lítur hann bara svona þokkalega út. Ég hef svona næstu þetta komið hinum megin sko. Komið hinum megin. Nei, bara hefur átt að setja Fulham. Já. Þetta er eins mikið rautt spjald og verður held ég. Verður ekkert hægt að gera í þessu. Andy Robertson farin að velli, hann meiddist þetta í byrjun leiks og hefur svona verið í einhverju smá ströggli. Hann átti líka síðust snertingun áður en að boltinn fór í markið áðan. Nú, tjattið lifir. Eiga lið að fá 2 mörk fyrir að skora fyrir utan teig? Nei, alls ekki. Þetta var bara eitthvað spurning hjá hann. Já. Svarið samt nei. Síðar með treyðunar. Það er einn að spyrja þetta. Naflin mættur á línuna. Hann er bara að vara. Naflin, já. Nafli. Já, það er komið nú fyrirgjáðu, ég hérna greip fram í fyrir þér. Nei, síðar með treyðunar. Fyrir svona 15-20 þá þekktist ekkert annað. Já. Einhvern veginn í Premier League. Vel víðar. Já. En nú er þetta verið allt sko stuttarma en allir í innanundir. Já. Þeir ég held meiri sé að Er ekki Havertz alltaf í síðarma samt? Svona með ermana svona yfir puttana og sumstar eiginlega bara ekki hægt að fá síðarma sko.
Já, ég hef verið að staðfesta þetta allt saman í Liverpool-leiknum, þetta er búin að taka spá tíma, eftir hvað er að skoða? Ég áttum ekki á því, er það rángstaða mögulega eða? Já, alltaf ekki. Var ekki Van Dijk alltaf að gera resta? Já, veistu, lúkkaði allan þannig. Já. Já, naflinn er netlaus eins og hann sagði. Hvað var að skoða? Já, það er rángstaðan. Þetta lítur nú út eins og Van Dijk gera rétt Já, nei, þetta er ekki rángstaðan. Þeir eru ekki að skoða bara hvort hann hafi verið að ræna hann upplöðu marktækifæri. Nei, það er ekkit. Það stendur þarna, denial of goal scoring opportunity. Það er að skoða rángstöðuna. Það er að skoða rángstöðuna, það getur ekkit verið neitt annað en það. Og við náum ekki naflinn er stattur á Emirates-vellinum og náum ekki í hann. Þú sagðir einhvern tímann með Alipalli ekki þetta væri svona one and done dæmi eða heldur þú fara aftur það? Sko, ég held að þú hefur rosalega gaman að pílukasti þá áttu að vera heimaður að horfa á þetta. Já, þú sér þetta ekkert. Ef þú stemningshundur og elskar einhvern veginn mikið læti og syngja og vera með hérna í fjöri þá er þetta ákvörðat staðurinn fyrir þig. En ef þú ætlar að horfa á pílukast glemdu hugmyndina að fara það. Sko, það er náttúrulega bara seldur þess að 3 lítra könnur á það og þú veist það er ekkit. Er það í alvörinu staðan? Þetta eru bara könnur. Það eru fljóta niður, ég get alveg vottað það. Ég get alveg ímyndað með það. Ég get alveg hugsað mér að fara þarna aftur. Já, ég get alveg hugsað mér að fara þarna aftur en ég voru að segja bara svona upp á að horfa. Ég fer ekki. Ég held að sé samt með flestar íþróttið þannig eins og að maður fer að horfa leiki enska boltanum. Þú veist, stundum hefur maður aldrei fylgst verð með leikhaldurinn á leiknum sem maður var á. Veit hvað við? Maður sér auðvitað eitthvað allt annað sjónar en þú fara engar endursýningar. Það er eitthvað rautt spjald og þú ert bara, ég veit ekki neitt. Ég hef nú gert það eitthvað með Old Trafford bara tekið seinni hálfleikinn bara barnum tekið aðra, það fæði replayð Það er nálega lent í því líka Þeir eru líka duglegir að hjálpa okkur skemmtileg gaurarnir í chatinu og stelpunar þetta er með allt annað lið Hákon Arnar í byrjunarliðinni á Lill, hvað er að gerast? Það er bara Hákon, geðveitt, góð pæling Sáu þið innkomuna hjá drengnum? Þetta var svaðalegt Hann tók hann svona 13 sekúndar að vinna boltan fyrst hann upp í sók slæsar hann sem í Samuel Veit, er hann ekki búin að skora núna í 2 röð? Hefði átt að eiga hæla assist sko ef að Samir hans hefði bara Ég ætla að lýsa hérna aðeins fúlum aukaspinnur rétt utan teig Andy Robertson fekk rautt spjald hérna rétt á hann og það er hérna Wilson og Pereira standa yfir boltanum hvað gera þeir rétt yfir markið já Þetta var spynna heldur betur, maður sjá nú herrið, hann er að rúla hvað sem íll kongur er naflinn, hann með 2 númer Nei hann er með það sem eitt félag minn kallar bitch phone þetta er rosalegt Hann er með þannig þetta er svaka Hann er komið lengra eins og leikinni hélt herrið, ég var með naflanana á nínu sko klukkan var 11 vorum búin að vera frá klukkan 11 morgun ég sagði, ég ætla að taka naflan með mér því að veitir hann að fara út í fyrramáli þá komur hann beint í helvitis rúmið en hann er på tómt vesen á naflanum sko herrið, hann valhoppaði með mér út í bíl sko ég held ég þyrfti að halda á honum hann átti þessu að drikki sko og mættu 6 bara í Ölsen og Leifstöð svo ekkert verið sjálfsæðara Þetta er pro Við sáum það líka, þetta síðast að Dogsson hann er built different þessi gaur sko Við sáum það alveg hann er built different Sýnt það margóft algjörlega frábær náungi og átennan dag hann er gjössanlega átan Sko, Dogsson bara all time favorite Það er ekki þegar hann skallar Nei. Það er þegar hann öskrar hvar er liðið Ég veit Í lokuðum fyrir bestu Já, það var móti KR Já, þegar að Jóhannes Bjarna veður upp og skorar 1-0 Hvað er liðið? Það var ég að reyna að stýra þættunum hér var úti og þetta var eins og að reyna að smala köttum að reyna að hafa stjórn á honum Þetta samt sko, þetta skallaborðið þetta er bara move sem ég hef ekki séð áður það maður séð því mislegt en þetta hef ég ekki séð áður En ég bara screenrekordaði hvað er liðið klippan og búin að horfa hann 80 sinni sko. Lýstu þessu JK Hvað er lið? Hann er bara Jói Bjarnar Þetta var sturla Hvað er liðið? Er Víkingur Ó besti klúbbur landsins? Bring back Eyjup, segir Arnar Darri Eyjup bara fer svo vel Eyjup í kriganum sko Ég sá að það er mánuður núna í íslenska handboltalandsliðið er að fara að byrja í Króatíu að spila Getur voru heimsmeistarar?
Það er allt hægt. Það það, þú veist, það hægt? Sko, ég búin að, mér finnst svolítið gaman að svona teikna leið okkar í undanúrslit allavega. Já. Og við getum komist þangað á þess að mæta topp 6 þjóð í heiminum. Já, það er nefnilega búið að teikna upp einhverju sögulega þægilega leið í undanúrslit. Hafið sér riðilinn sem við erum í. En byrju Grænhöfða í fyrsta leikur, ekki? Kóngarnir Grænhöfða, Nani og félagar. Síndveiði ekki Nani hættur í hóp og það er leikmaður í Ólistdeildinni sem er gjaldgengur í það landslið, getur spilað. Leikmaður Gróttu. En það hann ekki bara að gefa kost á sér og hann spilar það? Hann er bara líklegur, hann fór hann daginn út og hitta mannskapinn. Ætlaði að læða hann ekki einhvern veginn að reyna að koma sér í enska landslið? Breska. Ólympíuleikunum 2012. Þetta var eitthvað sem ég var búin að hugsa líka. Herðu, við erum með öðru, hérna Kúbu. Ég vann með þetta aldrei Kúbu. Duranona. Af því að þetta er svona communist sport, handboltinn, og þeir eru segir. Þú ert einn að fá sem ert meiri Haliesky Garcia maður heldur en Duranona. Já, en Garcia greið fann sig aldrei í landsliðsbúningi í Íslands. Nei. Er það ekki líka oft með þess að í Kúbu sko, það veit ekki hvað eru góðir? Þetta er það loka. Það var þannig með Duranona 86. Bara hann var markaðist í maðurinn á HM 86 fyrir Kúbu. Einmitt. Svo bara 10 ára setna var hann mættur í blátt. Gummi líka bara búin að kenna mér að vera ekki að vanmeta þessa þjóðir sko. Gaupi líka. Síndveiðin ekki gefin. Og svo eru það slóvenarnir. Eru stóra með gott liða? Jú, þeir eru fínir. Já, allt er lægi, ekki meira það. Þeir eru fínir. Við vorum átt að spila í gamla daga við Júgóslavi, þá voru allir þessi gæjar frá öllum þessum löndum sko. Þeir eru búin að vera enda óvari við svona í flestum af þessum mótum upp á síkasti. Er það mark? Hvað var mark? Girona er komin yfir á móti Mallorca. Þar skoðun félagi minn að velja Ice Guys fram með litlu jól fantasy-deildarinnar. Skoðun takk. Ég meina, eru börnin ykkar og svona einhverju að fara á guttan þínu kannski ekki og koma þann aldur eða? Hann 5, en ég var svona ekkert að bjóða upp á, bara möguleikan einhvern veginn. Stelpan fór í gær. Já, ég er með strákurum minnir að fara núna, þessi yngri, þessi eldri, hann hlúnu bara aðeins. Já, nefnilega, sko, minn hefur skipt skoðuna því að þegar komið sér spurning, sko, ef að skella okkur með guttana, ég spyr minn. Nei, ég hata Ice Guys. En það var bara búið. Nei, en málega, það er búið að breyta síðan þá. Já. Hann er bara með FOMO núna, sko. Nú er allt uppselt og bara, hann þarf að læra það, menn þarf að taka bara ákvörðun. Já. Stick with it. Það heldur betur. En þetta er ekkert bara litli krakkar. Ég er að komast að því, sko. Nei, það er saumaklúbar að mæta bara á hell í sig og hafa gaman, sko. Þú veist, þetta er svona Backstreet Boys geðviki dæmi, sko. Það líka verið að skapast náttúrulega mikil umræða á fésbókarhópum með foreldra sem eru með börnin á háhest sko. Það sá enginn neitt. Máni var að svara því bara. Mæður að tips, þær voru ósáttar. Það var verið að lesa þetta fyrir mig í gerð. Ég gæti alveg hleyja alveg endur. Ég bara er ekkert inn á mæður að tips. Þannig að mér langar rosalega að geta að lesa þetta fyrir ykkur. Og er það ekki líka frekar toxic grúpa? Jú, hann keypti sko, þú veist, þú ert 1.23 og þú ferð það í stæði. Eðlilega kannski sér þetta ekki allt sko. Já, það leggja saman 2 og 2 þar. En að naflinn er að fara að vera í stúka og leiknum eftir. Já, hann er í stúka. Það er bara þannig. Jacob Murphy í döðafari. Jacob litli. Hvað sé, Adam kom með þér? Hver skoraði? Zaniolo, fyrir leikmaður Aston Villa að koma þeim yfir. Sé að leikmaður Fulham var að fá gult spjald. Anthony Robinson hægir þarna á ferð Luis Díaz og fara að líta gula spjaldið. Hvernig var slottarinn að vinna úrið rauða? Er þetta bara eins eða? Já, Biggi Egil segir allir bestu UFC-fætararnir eru ættaðir frá Kúbu. Já, þú veist, þeir eru margir þaðan, já. Ég er alltaf hrættastu við þess að gauðra svona eitthvað Akhmedov, eitthvað, þú veist hvað við, eitthvað svona, það eru síðustu sem eru frá einhverju Kirgistan. Það er þetta Dagestan, héraðið í Rússlandi. Það er allas menn bara upp við þetta. Það er bara, já, það er sambó. Ég menna, var ekki vídeo með honum meistara slást við Björn? Jú. Þeir eru bara í einhverju öðru en við hinn, sko. Já, það væri síst til ég að mæta slíkum leikmanni. Það væri helst til ég að mæta Dana eða Svíja í... Já, en Gustafsson, hún myndi sleppa honum. Þeir eru kannski harðar en maður heldur. Honsi Nibbi var alltaf minn maður. Var ekki hann sem potaði augun? Er það hann að gæðin sem sagðist ekki vilja mæta? Hvað heit gæðin hann sem vildi ekki mæta Gunnar Nelson en maður til ég að berja hann út á bílastæði? Muni ekki eftir honum? Jó, hver að það? Hann var rosalegur hérna, hvað heit hann? UFC-fætirinn sem vildi ekki mæta honum. Mættur hann aldrei eða hvað? Já, hann var svona Masvidal. Masvidal, já. Geðveik típa. Ég var instant aðdáðandi þegar hann sagði, ég nefn ekki að ná að mæta þessu gæðir hingnum en ég skal berja henni út á bílastæði.
Ætlaði hann að vera þá með einhverja sveppareglur eða ætlaði hann að fara að býta á eitthvað? Nei, hann ætlaði bara að bóð bergin út á bílinn. Hann vildi bara ekki eyða tímanu sinni í að fara með hann innsætt í Arctica. Hann var í O2 Arena þarna 2019 þegar Gunnar keppum út af Edwards-skaðanum. Ég held að hann hafi sko rotað hann bara eftir nokkra sekundur sko. Getum við farið að segja frá Vestluninni í Hamraborg 20, getum við verið með eitthvað svona Banner. Það reyndar mjög lítið af Dr. Fútból dótið til þar en sjáum samt til. Nærbuxnar eru það. Það er nóg. Í Hamraborginni frábær skógjöf handa. Þú veist, ég held að konur geti líka alveg keypt þetta. Já, ég veit. Þannig að kannski að ég gefi frúniðinni Einar Narjur. Já. Nú hringdi mig daginn. Sæl. Það var nú bara til að túa. Hvernig Ponsan hefði það? Já, símanlaus Ég Ponsa. sagði hann hefði haft það mjög gott. Fyrir þá sem vilja heyra þína sögu, Já. Andri, Já. þeir geta hlustað á Steve Dasgrá frá í gær. Já. Stífdaskra.is, það er það. SteveDasgrá.is Arsenal í og deddara. heyrt í hverju þú lendir í Tælandi og við mælum svo sannlega með því að þetta var Herru, ég sé hann með svona tælenskt aðeins í seinnáleik. eitthvað jákvætt eða? Já, alveg, þetta er virkilega Þegar þú jákvætt. segir eitthvað tælænst í seinna áleik. Það er nutt. Það er nutt. Já. Aldrei að nutt okkur. Já, og ég sé vel ykkur. Ok. Já, geðvögt. Sérstaklega í restina. Og ertu með hérna fötin hérna sem er að klæða sig í? Þú varst kannski ekkert í þínuti, nei. Ég var aldrei í nuddið. Nóa spurningum hérna. Arnar Magnússon spyr hvernig líst ykkur á nýju markmannsregluna? Nú komst þú komið yfir. Jacob Little Murphy, maður. Þetta er lýgilegu leikmaður. Já. Eftir undirbúning, hvers? Anthony Gordon. Fæ ekkert fyrir það. Er bróður hann sett á þetta? Nei, Josh. Já, Josh. Hann var komin eitthvað annað. Hann var að spila eitthvað leik í gær. Ég man ekki með hvaða liði. Var hann ekki komin í Forrest á tímabili? Jú, en hann er í B-deild núna. Já. Josh Murphy er komin í B-deild. Það er alveg 100% stærðið. Hérna Atli Sigurjóns er komin í Viking, segja menn hér. Er það staðfest? Ha? Það er svona greinilega má að sjá. Það er ekki staðfest. Þetta er frábælega slútað hjá hann. En að vildi Óskar bara ekki semja við hann eða? Nei. Allir sér hún sem alltaf orðin alveg bara mesti vesturbæðingurinn aðeim öllum sko. Já, ég Hann meina. er bara með ennisbandið bara á hjólinu með körfuna framann og bara alla daga sko. Og þeir eru að senda hann í burtu. Já, þetta er svona kalda kvæður á Já, þetta er brútal, sko. Það þarf væntanlega að kött á hópina hans. Já, þú ert að náttúrulega taka alla heimamennina, hann er aðkomi maður, hann að... Já, hann er reyndar orðin náttúrulega mjög mikil káringur eins og þú segir, hann er mest í vesturbæðingurinn. Já, Þeir eru ekki þessi aðfluttu verða oft svona mestu. sko, Taka þetta alla leið. Sérst þeirra nýja vesturbænum. Það sem ég segi Vesturbænum, sko. Smitast. KR fótboltinn þarf alltaf að fá þetta KRB-element sem eru með í körfunni. Það sem svona gömlu KR-ingarnir ekki nógu góður ennþá fyrir eftir en fá að sprikla þar, sko. Já. Þeir virðast vera að gera það. Já. Það verðist vera þannig að það er K.R. Bumban. Já. Sittið hvað er að gerast? Blackburn. Blackburn yfir á móti Luton vendilega Arnór Sig skoraði markið. Ég fer, þú veist, Arnór hefur mánuð í að setja hann eða hann dettur á vegnum. Hann hefur mánuð. Hann er meiddur til lúka. Ok, hann hefur 2 mánuði. Við lengjum að þessi í þessu. Það er frábær náðingi Arnór, vonandi að hann fari að jafna sig meira á tjattinu. Hvernig líður Andra? Já, hún líður nógutlega, segir það ekki? Ég ætla ekki að svara fyrir þig. Ég bara, mér líður mjög vel. Nú Stígur Diljan líka fluttur heim, æfir með Víkingum. Þetta er menn bara að koma með hvað heitir þetta konan sem alltaf svo hrifin á honum Jóni Kára í tjattinu, muni ekki eftir Helga. Já. Hún er ekki að horfa þér að kveiknar á henni vildi setna á henni. Já, að kveiknar á henni. Það er svo að segja að fásera þessi fyrir. Er það ekki fleiri það? En byrju, er hún hérna... Heitir hún ekki eitthvað Guðrún, hvað heitir hún? Það er eitthvað Helga. Það er einn sem er mjög virk. Já, það er hún. Það er hún, held ég. Hún var hérna, fór mikinn í kostningasónu líka svo þegar tjatti var lifandi þar í korter. Já, og hann var hann líka á svæðinu. Djöfull greip kostningasónið mig vel í framlenginguna að núti maður. Ægir? Já. Gott. Helvíti. Bara 7 tímar af veislu. En byrja, varstu búin að tryggja þig? Varstu búin að kjósa ára en fórst út? Mistur á því? Ég var no-show þar. Já, það var no-show. Það er líka ákveðin afstæða. Ég reyndi, ég spurði, get ég skilað inn rafrænu? Það var ekki sens. Það er hitt í mannskapnum á Liverpool-leiknum, Joe Gomez eitthvað að sljást í teti og það er verið að róa mannskapin niður, Arne Slott lætur öllum illum látum á hliðalínunni.
En 33 mínútur liðnar af leiknum. Joe Gómez eitthvað þægilegasti leikmaður bara í heimi til að hafa í hópnuðinum. Hann getur spilað sko allar stöðunar aftast eða listar vel, það aldrei vesen á honum. Nei. Og þú þarft ekkert að spila honum með einhver þér finnst eitthvað betri sko klár. Hann bara sáttur þarna. Eina sko, það eru nákvæmlega engin mörk í honum. Hann hefur aldrei skorað. Hann hefur aldrei skorað mörk. Það eru aðrir sem sjáum það. Já. Nú, menn að segja, hvernig að fíla þetta aura yfir nýja fagninu hans Rasmus Højlund? Býtu, hvernig ertu með mistaði? Já, sko þú veist, með hvernig Bretland að þróast, ég held að myndi lendi ykkur í vesenni fyrst en að gera þetta. Það er miklar áhugjur af því. Þetta kemur eitthvað úr einhver svona Ultimate Fighter eitthvað. Ég held að þetta WWE eða eitthvað. Ég held að þetta var eitthvað svona Gladiator tributes. Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Varst þú ekki búin að smakka á nýju þróununni hjá Bresku? Strákar. Nei. Love for Besta, stundismæður nummer 1. Hann var að setja inn tweet þar sem að hann segir frá því að KR hafi unnið Fram. Var þetta ekki í bósmótinu? Jó. Já. Luke Little Ray í miklu stuði og Björgvin Brimi. Það var svo Kenny sem að skoraði fyrir Framarana. Luke Ray er með besta svona FODMAP prófíl bara af öllu leikmennum í heiminum. Hann er bara með húuna. Já. Þú ert að skoða byrjunarliða á KR og ítir á hann. Það var bara með húu á myndinni. Já. Það er ekki margir með það. Nei, þetta verðist að vera leikmannamyndir hjá öllum. Það er búið að breyta. Hann fekk að lauminn ykkur með húu. Þetta er litli. Já, litli bróðan Spinari, auðvitað, já. Þetta er litli bróðan Spinari, já. B. Hann er þá freka lítill. 7 árgerð. BBA. Heldur betur flottir þessir bræður. Var þetta Mokoku þarna? Hann kom þarna upp. Svo er hann bara 4 árum eldri. Einhvern tíma vorum við að spila við FH út í Garði. Það var alltaf svona leikið í apríl í Garðinum af því að grasið alltaf klárt í Garðinum. Það var ekki klárt eitt nála sjónum völlum og whatever og hallaallur og svona voru að spila við FH. Þá ég man bara ekki hvað þessi strákur hét en varamarkmaðurinn ætlaði að koma inn á með húfu. Siggi Jóns. Hljópar og eftir hún að það var að fara inn á völlum og reyfa á hann húfuna sko. Það var ekki hrifin að þessu sko að spila með einhverju húfu Var þetta Valþór KR? Já, þetta er 2002 hann er ekki komin orðin backup hann. Nei, ok. Varst þú ekki alltaf með eitthvað að mynda Arnari Svein með húfu? Í einhverju leik? Ég minni það. Já, geti verið maður. Arnars, var hann að spila með húfu? Mér minnir að þú hafi verið eitthvað að vera að þetta. Var áður hann embraceiði rauðahárið? Já, strák, ég ætla að sína ykkur eina frétt. Því ég var að, við erum náttúrulega, sérstaklega þegar á mínum aldri, þá var þetta vandræði að menn vissi aldrei raunverulegan aldur afrískra leikmanna. Nei. Hér sjáum við þetta meðan Mokoku. Það var rætt við Joseph Mokoku sem viðurkenndi að hann væri raun ekki faðir hans. Hann segir hins vegar Jósufó sem fæddur 19. júlí 2000 en ekki 20. november 2004. Það munar aðeins það. Og útskýri kannski dálítið svona yngri flokka rekordi hjá hann. Já, ég að einhverju leyti, ef þetta er rétt sko. Svo getur vel verið að þessi gæi hafi verið klipptur úr einhverju peningakeðju og hann bara fá ekki neitt og sé bara að reyna að vera með eitthvað leiðindi sko. Óbæðum Martins var svona frækt dæmi. Svo sem gæti mögulega í seinni hálfleik sýnt frá því hvernig Ajax gerðu þetta í Nígeríu á sínum tíma. Það var einhver ætthöfðingi eða eitthvað svona. Þú sýndi vídeó Já. Hann bara kom aðeins við strákana og sagði, nei, þessi er 18 ára, þið ekkert við hann að gera. Svo kom hann við á svona eitthvað, bara alla og bara, þessi 15, þið tekið hann. Ég sko, eitt sem ég skilsamt ekki í þessari frétt er það með hann Jósef pappans. Já. Sem er síðan ekki raunverulegur faðir hans. Já, hann tók það líka fram að mamman sem væri ekki heldur. Já, einmitt. En hann hlýtur það á eiginlega að vera ætlit. Já, þetta er eitthvað svona, já. Eitthvað segir mér það, já. Bara hvað er hann gamall? Er hann eins eða er hann 4? Já, segðu mér það. Já, hér ég sé að þessar helstu frétt, þeir að Borussia Dortmund búin að senda frá sér einhverja yfirlýsingu þetta mál og telja að vera að vísa þessu öllu til föðurhúsana, eins og við segjum. Já. Veitum hvað er gerast? Mark, 2-0 fyrir Birmingham, er eitthvað í 2-0 bara Willum með það? Nei, ekki Willum. Er okkar menn að spila það? Já, hann er startið spilum. En hinn er ekki að starta, hann Alfons. Nei,
Við sjáum það að Mallorca eru búin að jafna á móti Girona, búið hjá Espanyol og Osasuna, þar fór leikir 0-0, Liverpool að sækja Mohamed Salah út í hægra megin en þeir sparka boltanum í innkast, þessi spænski miðvörður þarna sem að verðist hafa átt ágætis fyrri hálfleik. Nú við svona rennum aðeins yfir þetta, við sögum að Hákon Haraldsson byrjar hjá Lill, Dokkbrókin, Hamraborg 20, Dokkbrókin, 1000 kall, það ekki á lítið? Það er bara í dag. Bara í dag. Dokkbrókin, Hamraborg 10. Þetta nú aldrei dýl, sko. Er ekki þetta frétta þessu nýja samning á Sala? Menn voru alveg harðir á það að þetta væri komið hérna vel á veg? Já. Þeir klára það, sko. Ég trú ekki öðru, sko. Við ætlum að fylgja eftir þessari aukaspyrnu hjá Trent Alexander-Arnold, hann er að fara að taka aukaspyrnu frá hægri inn á teig. Og verður áblætt aldrei mikill uppbútt á tímið þarna. Andri Róbertsson lá meiddur í smá tíma, svo fekk hann rautt spjald og það var skoðað í góðan tíma. Þannig að kemur ekkert óvart, þeir eru svona 4 til 5 mínútur bætt við í þessum fyrri hálfleik. Mátlu skalli beint á Bernd Leno, þannig að við höldum áfram. Nú hann er hérna Guðmundur Arnþór að kenna okkur hvernig við að aldursgreina leikmenn. Það er marg, sko. Skera að putta og telja áhringina. Já, þetta er bara eins og hérna. Ég kíkja alltaf eins og með trén bara, já. Þetta talir hringina. Ég kíkja alltaf í tennurnar. Já. Þar finnst mér best að greina þetta svoleiðis, sko. Já. Höldum áfram að ekki að reyna að ná aftur í naflan. Jó. Það kemur ekkert orðan sem sopnaði með hvernig þessi fyrirháleikur er búin að spilast. Naflinn gæti verið sopnaður á Emirates-vellinum. Hvað segirðu? Já, 7 eitthvað. Já. Er það the bitch number eða? Já. Það er allan að ringja. Þetta hljómar allan að vel. Þetta nú við. Blackburn 2-0. Takk fyrir það. Come on, Nafli. Yes, sir. Blessaður, Nafli. Hvað segirðu þá? Þið eru nokkuð góður hérna. Það er rólegt. Já, það er rólegt. Það er svona það sem hefur raunni vakið athygli mína er það hvað Asli Jóng hefur verið duglegur upp og niður bakvörðin. Já, Asli Jóng, já. Já, hann er svolítið bara svo rennilás upp og niður. Hann segir... Og þeir einhvern veginn, maður sér það uppleggið hjá Arsenal, var svolítið að sækja á hann. Já, en hann hefur lokað á allt sem þeir hafa reynt. Er þeir búin að fá okkur á hotspinnur? Já, þeir hafa nefnilega fengið okkur á hotspinnur og þetta er svolítið svona svo fylgjast með Picasso verið að mála en það var ekkert nema niður svo dór. Finnst þeir þetta spila upp á hornin? Já, þeir gera það nefnilega. Það er svolítið þannig. Þeir eru rauninni sækja allt upp úr þessum hotspillum. En hann er með Martinelli bara gjörsamlega í vasanum, Jóngarinn. Já, hann er með hann alveg skilað í vasanum og það er rauninni ekkert, þeir hafa rauninni ekkert óknast að einhverju viti. Ég held að, já, hvað segir mestur? Ég hafði gaman að því að fara Gunners til leika því að Gunnar Birgis sagði náttúrulega við mig á heimtudaginn að það væri Pepsi og dælu og Gunners. Þannig að ég prófaði Pepsi og dælu og Gunners og það stóðst allar væntingar, ég verði að veikra það. Já, svo er það pílan á morgun eða ekki? Já, pílan á morgun, það er 8. kvöld í Alexander Palace. Já, hvernig varstu, nú fórstu á Nínu á fimmtudaginn, varstu ekki sáttu þetta? Já, og síðan já. Síðan vorum maður bara mættir í Ölsen niður á leifstöð bara klukkan 5 morgunin. Ég var mjög ánægður með þig og þetta harður Nafli, ég var virkilega stoltur að þér. Já. Tókst allan daginn og bara... Ég ringi ykkur ef eitthvað gerist, það er ekki mikið að gera núna. Og er ekki nóg eftir á táknum með þá? Hvað er gerast? Er hvað gerast? Þú leggur þið seinna. Það færi núna og Pekvar getur hann. Pekvar tekur hann og getur hann. Pekvar tekur hann og getur hann, við veitum ekki hvernig hann tóku át en við komumst að því síðan. Naflinn er á undan mér. Þú fylgist með þessu fyrir okkur, takk fyrir þetta. Yes sir. Það held ég líf og fjör hjá naflanum okkar í Lundunum. Hann er auðvitað leiðin á heimsmeistaramótið í pílukasti. Þetta verður auðvitað væntanlega uppgjör milli Luke Humphries og Luke Littler. Já, ég stiði allavega á Luke Littler. Já. Það er svona þórðargleði yfir mér að sjá hann tjóka. Sjá hann unga strák tjóka. Þú ert með lítsaranum. Já, ég held að ég sé frekar þar. En hvernig var þetta? Bara, eins og Gervin Price mætir hana. Hætti hann bara að æfa sig eftir að hann tók titilin?
Já, Gordon Price, já, hann bara líka og hann var úrillur á sviðinu alltaf. Hundlegin þegar að koma með peltórinn hann að maður. Hætt að lifta. Af svona topp íþróttamönnum í heimi, ætli Michael Van Gerwen sé svo ljótasti. Ef við kannski fá mynd á hann, sem við skefum bara Michael Van Gerwen og Teeth eitthvað. Já, hann gæti alveg verið með lokaða munnin til að vinna það, sko. Já, þú veist. Alltaf hjálpar honum ekki, skilur að flest allir aðrir íþróttamenn eru náttúrulega í toppstandi. Já. Þannig að það sést ekki oft mikið, kannski jafnmikið hvað eru ljótir. Nei, en... Það var kannski vondur í píluna að Humphreys að kannski á hann alveg til vinstri, lengst til vinstri, já, en hann lengst til vinstri, já, hann einn upp, hann já. Hérna er hann brosandi kallinn. Fáum hann hérna. Þetta brosin bræðir. Já. Þarna erum við náttúrulega ekki að gera neitt vondi við hann. Það er búin að vera smá hérna tann. Þannig að þetta er kannski ekki huggulegast í íþróttamaðurinn í dag. En er hann ekki alltaf líklegur? Er hann búinn líka það? Nei, ég held að hann sé ekki búinn. Hann var alltaf gýrinni. Já. En þetta það er greinilega bara kynslóðaskipti í þessu. Búlis, Jón Kári Eldon niðri. Ef að einhverju geta hjálpa honum. Er Snakebite hann hættur eða? Snakebite getur ekki lengur. Já, ég veit það, en er hann með? Já, hann er alltaf með, ekki? Kemur hann ekki alltaf með celebrity? Það var eitthvað leiðindi, hann veikindi og eitthvað, fjölskyldunni. Okkur vantar einmitt Jón Kári Eldon hérna því að ég sé að þeir eru lætlausir félagarnir hér mér á hægri hönd. Þurfum að græja það eitthvað. Þurfum að græja það heldur betur. Nú, má ég sjá... Vúlsararnir eru alveg sprungnir. Steindauðir. Bara þeir verða að láta fara núna. Já. Sjáum að Fulham ennþá 1-0 yfir á Anfield og þetta er svona nokkuð rólegt á Anfield, kannski bara liðin að bíða eftir þessu að fá hálfleik eða kerir Mo Salah, hvað gerir svo gamli? Nei, hann fær hotspinnu. Það markverðastæði sem Arsenal Everton-leik að Timber var að taka ólöglegt innkast hérna, núna rétt í þessu. Kastaði svona á hausinn á sér og tilbaka. Það er nýjaðverð. Áfællistómur á hann sem að sér fyrstu leikandurinn. Já, heldur betur. Hann er ekki með allt á hreinu, hann þarf að einbytta sem innkostunum. Já, hann er hann mættur. Nú getur okkar kona farið að vera að virka á tjatinu. Já, nú kveiknar á nokkrum konum, hann er mættur og hann veit ekki hvort hann komast í mynd en það er þegar hann fá hann í mynd, sko. Hann tók loop með sér. Svo Liverpool, nei. Ekki það gerist ekki neitt, sorry. Gerist ekki neitt þarna. Hvað þetta er að búið að henda upp hann á görfinni svo þetta sé eitthvað svona ultimate team spjald. Stóra strákar liðskipin í dag. Þetta lítur út eins og útsending á alvöru pay-per-view vefsíðu þar sem WWE er krufið til merkjara. Þetta er svona stóri kallar Ég er bara með minna Þetta er hvað allir meðalþyngdi sé núna. Við erum í einhverju postnúmer. Þetta er tryggjast á að tala. Við getum búið til postnúmer. Jón Kári Eldon, hann er mættur strax í að opna. Hann er frábær í þessu öllu saman. Hann er mættur hérna. Þurfu ekki að hendi ef við hendum Liverpool, snúum svo við. Liverpool 1, bara straight win. Liverpool vinnur. Hvað er stuð? 5-50, já, wow. Þeir eru náttúrulega manni farri, sko. Já, hann á eftir að bæta þetta upp. Þetta er valjú. Þeir eru alltaf betri setni. Já. Og þeir eru að svona bæta leiksinn. Þeir eru búin að sækja. Hér eru þeir í færi. Nei, Mo Salah hittir ekki boltan. Setjum á Liverpool. Ég held að sé frábært valjú í Liverpool hérna. Fáum þá á þetta allt saman. Hann hlýtur að setja Adama Traore inn á í seinni. Þá erum við í basli með þetta bett. Það er sennilega búið. Nú, þeir sækja og sækja. Er eitthvað að gerast í Arsenal-leiknum, Tommy? Nei, það er bara mjög lítið að gerast þar. Það er hálfleikur fyrir norðan. Alexander Isak er búin að fá 2 mjög góð færi sem ég náðu ekki að koma inn á hann. Nei. Þannig að þetta geti litið verð út fyrir Nistori og félaga. Já, það er hálfleikur líka hérna. Úlfsararnir eiga í Lundunum. 1 mínútu. Það er 6 mínútur bætt við á Anfield. Ég sagði frá því að það er það langur uppbótartími í þessu öllu saman. Haldið áfram á chatinu, verið dugleg á chatinu. Sjáum hvort að sé einhver farin að töða eitthvað á Dóttur fútból leikmenn. Maður getur ekki, þú sefur ekkit á þeirri síðu, bara einhver farin
Það röflifir einhverju. Já, það þarf að tjekka þar á svona 20 mínúna fresti. Já. Það er ekki bara búið til eitthvað teimi. Grúputeimi þarna sem... Nei, ég man eftir post frá Kela sem hann hóta að henda mönnum út. Já, ég man eftir því. Þá var friður eins og það þarf að gera þetta reglum. Já, það var... Menn eru fljótur að gleyma, sko. Það er líka held í Keli sem þarf að gera það. Það er street credit. Tómi, að því að þú ert nú kóngurinn í körfunni. Valur í fallsæti. Já. Íslandsmeistararnir. Bara rosalega lélegt. Já. Og... Þeir eru náttúrulega, þú veist, Kristófur middur og þetta tímabil, þetta er bara búið að vera algjört kæruleysi. Það var ekkert prísísson og þeir eru þetta með svona 5,5 leikmann sem geta spilað, 6,5. Já. Þannig að, já, það þarf að gera eitthvað drastíst þarna. Þú eru ekki að sækja bara góðan kanna? Jú, það var náttúrulega bara að sækja nýjan kanna á Bosman. En hann var ekki góður nýjan útlendingurinn að því Grindavík. Nei, hann leit ekki vel út í... Kannski var þetta bara fyrsti leikurinn, við þurfum að gefa hann smá með. Já, ég ætla að hann fari alveg séns, en þetta leit ekki vel út í honum. Sælir. Er það ekki bettið samt núna? Hvað er stöðun á Bayern Streitvin? Ég var reyna það. Hvað? Já, það er frekar þá að taka X2 sko. Hvað gerðist þarna hjá Bayern? Þetta voru sko gamla skóla kallar og þeir taka sér Nagelsmann, voðast niður og svo Kompany. Russell Martin, hann bara sjá bara, heyrðu, ok, hann skeita sem er bönlegi fyrra og spilaði eitthvað kjánabolta og fekk Bayern. Þannig að hann heldur ábla núna, heyrðu, ég spila eitthvað kjánabolta eða með Southampton, ég fæði Inter á næsta ári. Ég meina með við þetta, það er bara þannig. Ég meina hann líka, hann heldur sínu leikplani bara alltaf. Hann er komið með eitthvað sko þurs í marki núna, sem eru aldrei gefið stutt að sendingu á æfin sinni. Það er bara sama. Já, þeir eru bara, þeir líta á sig sem sölufur og horfa frekar á það heldur en einhver úrslit. Já, mennum náttúrulega að benda vantar Protektorinn í Val og það munar minna þegar hann er ekki. En þetta er auðvitað mjög áhugavert að sjá Íslandsmeistarann í öllu þessu vesinni. KJ, minn maður er að tapa svolítið núna. Ég þarf að mæta Álftanesið og syngja og tralla og reyna að rífa það í gang. Þetta mun náttúrulega allt breytast þegar Kristófur kemur tilbaka. Hvenær kemur hann tilbaka? Íslenski leikmaður, besti leikmaður deildarinnar. Hann, janúar, febrúar. Er Kári heillega? Já. Þá kemur þetta mjög ávart. Já, þetta er áhugavert. Fúlam eru hér í sókn, fyrirgjöf og þessi fer væntanlega bara í... Nei, hvað vesin á þessu... Nei, ekki spilna. Það er komin hálfleikur í hinum leikjunum. Nú áleit Andra á nýju uppbyttuðu knatt Höll Hauka. Hún er bara svakalega vegleg og flott. Það var alltaf geðvitt þegar ég var að keyra þarna fram hjá þér. Þetta voru ennþá bara steipuklumpar með félagum mínum. Hvað? Er þið bara að byggja San Siro einna? Þá hélt hann að þetta væri stúkur. Já, það væri bara hérna loka allar ríkir bara. Nei, ekki lokað. Það voru bara komnir útveginni, sko. Hann hélt þetta væri bara alvöru stadium. Bara 7.000 manna völlu bara. Elsku kallið minn, þetta er innúnishöll. Þetta er glæsileg innúnishöll. Við ætlum að henda okkur í bara hálfleik. Við ætlum að ná í 1-2 drykki fyrir strákana og við mætum síðan hér aftur eftir 10 mínútur eða svo.
Við erum mættir aftur í Dogzone-ið og Chibang FIFA nýjasti subscriberinn. Sá klár í þetta allt saman. Ég ekki strax auðvitað Hjalti Njálsson. Dogzone, veitu hvað? Nei, nú fór það. Já, hún fór það. En allt í lagi. Það var komið borð. Svo var það margir að spyrja hvað má kaupa margar nærbuxur hver og einn meðan þetta bara 1000 kall. Það má takist margar og vilt og svo má bara fara að selja þetta áfram á svartamarkaðnum eða hvernig það Nú, Ponsa, það mark. Já, Newcastle komið 2-0. Bara hérna á 47. mínútum, Bruno Guimaraes eftir skemmtilega útvarða aukaspinnu. Gordon, hvergi nærið það? Hann áttu aukaspinnuna, sett hann á Lewis Little Hall sem skallaði fyrir markið og Bruno Guimaraes Gordon í þessu öllu. skallaði hann inn á stuttufæri. Herra, það viðbörur í kvöld, það verið að keppi quiz. Það var Nú. Já, mér sýnist að vera, þetta tæft samt. Já, það var í Newcastle, kannski er ekki konið í 2-0. Það gæti verið rángur hérna, sko. Hver það sem rángur? Markaskorarinn. Nei, það búið staðfesta þetta. Mark. 2-0. 2-0 fyrir Newcastle á móti Leicester. Haldið að City sé að fara að kaupa hann bara í janúar eða? Bruno, Já. ég gera tilbúð. Það úrslitaleikur í quiz, spurningaleiknum hans Björns Braga. Og það Hærri stuðl á Val. Fram og Valur að mætast. Það Rúnar Freyr Gísla. Ég að segja rosalegt valjú á völsurum. Það kóngurinn Rúnar Freyr Gíslason. Já. Bergur Ebbi er náttúrulega svaðalegur í þessu, sko. Já, Rúnar Freyr er jáfnlega betri. Og svo Sandra Barilli líka, svona má ekki sofa henni, hún öflug líka í framliðinu. Hún sást ekki mér Þau eru gott matchup, sko. þegar hún neldi Heinz dæmið það. Já. Hvað er aftur Heinz? Hérna, Tómatsósa? já, hvað er aftur Heinz? Hérna, þá var það svarið, sko. Ég sá þeirra Það eru 3-0. 3-0. Alexander Isak. 3-0 Alexander fyrir Isak. Newcastle. Ég ætla að hvað var ég að setja Antoni Gordon? Jæja. Má ég sjá. Já, Rúnar Freyr þarna. Hann náttúrulega úr þessum stóra vinahópi. Já. Hann maður sem að skiptur ekki lið. Þú veist. Hérna Gísli Martin var í Leikni, fór í Fram og núna Káringur. Pétur Martins í dag Káringur. Já. Og Rúnar ekki farið neitt. Hann hefur bara verið framari. Bara verið framari, já. Einn af þessum breiðholtsframurum sem voru mjög margir í gamla daga, svona 80s, 90s. Það bara, menn fóru aldrei í IR eða Leikni. Það var mjög algengt að menn fóru í Val eða Fram. Breiðhaldingar. Já, menn þeir voru að æfa þá með þeim. Þetta var ekki að þeir völdu að halda með betra liðin. Já, æfðu með. Það bara fóru bara í strætó og spilum með Fram eða Val. Það var bara, þannig var þetta. Og rosalega mikið eins og í mínum aldri. Svolítið fúlt. Oft fóru bestu talentinari úr IR og Leikni til þess að fara með Fram eða Val. Veistu hvað kom inn á, sorry ég sé að tröfla, veistu hvað kom inn á í marki hjá Leicester í hálfleik og er búin að fá þessi 2 mörk núna á 4 mínútum? Ward. Þannig litli Ward. Herri, við hefum að setja eitthvað á quizið. Hvað haldið þið? Ég held alltaf með sko Rúnar Frey. Ég náttúrulega Rúnars Freys maður. Já. Enda líka mikil Eurovision Spekulant. Já. Það kannski sem saman eitthvað Gunnar Birgisson. Eurovision. Já, Rúnar Freyr. Já. Báður harðir Rúnar Freysmenn. Herðu, byrju, Valur Bergur Ebbi. vinnur og Valur yfir 10,5 stigar hraðaspenningum. Já, eða 10,5 er helviti mikið sérstaklega úrslit þetta. Hann er alveg að fara að gera þetta þingra þarna núna, sko. Já, þetta er samt alveg, það er oft í kringu 10, sko. En þegar þeir eru Björn stundum Bragi með sér fullt þetta hús, sjálfur, þá óbla þingir hann þetta viljandi og sér að hann getur áherslu sér pönn. Þetta er náttúrulega live. Já. Þannig að hann kannski þungur og undir. Já. Kannski heyri Birni Braga. Blessaðu, herri, ert þú þungur og undir? Já, það væri bara gott að sjá seðil Björn Braga fyrir kvöldi. Heyri mig Kopía kannski hann. Birni. Já. Ég er með númer í öllum eins og góðum. Sjá, Björn Bragi. Mér finnst, ég bjóst við að stöðullin væri lærri á Val heldur Fram. Já, En ég líka. Herru, Liverpool að jafna. Cody Gakpo búin að jafna fyrir Liverpool 1-1. Og game on, strax 1,5 mínúta. Það datt hjá mér að Undir. Já, betur maður sjá, erum við með Já, og bæðileg skora, það er komið. Það er komið. Hvernig líta hinn betti þín út? Þú veist með tönur. Já, sjá Mo Salah með fyrirgjöfuna og skalli og mark. Sko Sheffield bettið lítur vel út á móti Plymouth, Wayne Rooney og félögum. Já. Svo er nú bara allt hérna 0-0, stál í stál, Arsenal, Everton. Hvernig staðan í Stoke hérna Cardiff? Maður sjá, Björn Bragi, hann ekki hérna? Ákveður hann ekki í mæknum hérna hjá mér? Maður sjá, Bluetooth.
hann á að vera hér Má sé Björn Bragi please sjá, kottu inn í helvítis græjuna Þarna koma Það eru úrslit í quiz Það ekkert þessu marki á Liverpool staðan 1-1 Það verið að hringja hérna úr öllum áttum Ég get ekki hringt tilbaka okkur núna þegar þetta tengt við græjurnar góðu Geggjaði leikmaður skora fyrir Cardiff Það var, hvað er það að skoða? El Ghazi El Ghazi, Villa Legend hann þar Já, Luis Díaz reynir að skalla boltan en er þetta ekki bara mark? Það er ekki þessu marki Sýnist það Herru, það var að svara Já. Og Björn Bragi sem að stýrir quizinu er á línunni Björn Bragi, hvað segirðu? Ég segi gott, ég komin í einhverja beina útsendingu Þú ert hérna í Dogzone á YouTube að sjálfsögðu og menn að ræða gamblið í kvöld á Val Fram Mjög gott Þetta er á Epic Já Verður þetta þingra, verður spurningarna þingri af því þetta er úrslitað þáttur eða? Ég held ekki sko Ég er svona þetta, já, ég veit ekki hvað ég get Við erum bara að pæli hvort þetta sé undir eða yfir 57,5 Ertu búin að loka spurningalistanum með það? Það er kannski svona hann spurningin Heldur að, eru þið ekki handtekir ef við myndum fara að gefa ykkur Þetta er bara já en er spurning Nei, ég held þetta sko, fólk getur bara svona þú veist, hvernig það hefur verið bara í fyrir úrslitaviðuregnum og þetta er svona bara, við erum bara svipuðu nótum Já, þannig að þetta verður eitthvað mikið fyrir menn eru svona að velta þessu mikið fyrir hvort þeir að fara unders eða fara overs eða hvað þú að gera Já, ég held að þetta sé ég held að línan sé rétt við skulum orða það þannig þannig að þetta getur dottið hvorum sem er sko Herru, sko, það er live audience þarna Já, þannig að og er fullt í það að geta er það að bæta við liði í salinn eða? Herru, það er bara tróðfullt og fólk á biðlista sko, þannig að það er mikil stemming bara með framara og valsara og quiz aðdáðanda, þannig að það er bara þetta verður trippt í beinu útsendingu kvöld. Þú getur kipt í spotta samt eða ekki? Jú, ég meina hvað er að tala fyrir ykkur eða? Við erum fjárið. Kipti ykkur spotta. Já, ég var pæli frenda mínum en allavega þetta verður helvíti skemmtilegt við sjáum að Fram er orðnir favorites við svo sem veitum ekkert hvað við eigum að lesa í það auðvitað Rúnar Freyr búin að vera í miklu stuði Já og Sandra Barilli þetta líka þau eru mjög gott svo náttúrulega eru þau á móti Bergjepa og Kristínu Þóru þannig að þetta eru tvö bara geggjulið bæði skemmtileg lið en líka mjög góð spurningalið þannig að ég held að þetta verði alveg mjög hörð keppni í kvöld sko Já, þessi klukka byrjar þetta aftur 7 Beinni á Stöð 2 Klukkan 7 á Stöð 2 við tjekkum á þér á eftir Geggjast Takk fyrir þetta Takk fyrir, ok, já, bye Já, Björn Bragi, okkar maður enn er leikurinn stopp hjá Liverpool og Fulham hann er alltaf stopp þannig að má ég sjá hér er Gunnar Birgisson að spyrja er léttur yfir jólin með Rio Trio byggt á sannsögulegum atburðum af fyrri jólum Tómasar Ég meina við vitum hvernig þetta er í desember þegar myrkrið tekur yfir þá er hann ágætt að vera léttur myndi ég halda og þetta er náttúrulega eitt af bara topp 5 jólalögum líka, léttur yfir jólin Já, eigið þið ykkar upp á sjóluleg? Þetta er topp 5, fyrir jól er hann líka og svo snjókvart falla í rockútgáfu með hljómsveitinu Nögl frá Húsavík Mitt er alltaf bara í svörtum fötum í kvöld Jólin er að koma Ég er með dómand Páll Óskar og Sigga Bendins Jólin koma með þér Ég er driving home for Christmas Svona rólegt svona Svo fræktur orðið En svo hlusta ég náttúrulega bara á jólaplöturnas Kristjáns Jóhanssonar Það er svona Það er ekkert eitt uppáhalds þar bara svona platan í heilsinni bara fær bara rúlla Já, ef uppáhalds plata þá er það alltaf Páll Óskar og Mónika hjá mér Þegar Spaceman Came Traveling Hefur heyrt það? Hef ég heyrt það? Já, ég hef heyrt það Það er verk sko Þetta betur sögum frá því að Liverpool er búið að jafna Newcastle er að keyra yfir Leicester við býðum hins vegar ennþá eftir marki á Emirates-vellinum Bayern München eru búin að minnka munin í 2-1 á móti Mainz
Þannig að þeir eru í mestarlagi að fara að ná jafntefli þar myndi maður halda Ipswich en þá vinna Wolves, eitthvað gerast þarna Andri? Nei, það er bara ekkert að frétta. Býtu, hvað er að gerast? Bærum ykkar munni. Já, við vorum konum með það. Er ekki alveg 20 mínútur eftir eitthvað? Nei. 3 ára eftir. Þetta er bara að vera búið djúður, þetta er fljótt að líða með. Þetta er fljótt að líða. Já, byrjaði hann ekki 13:30? Sá. Nei, 14:30 sé. Gæti verið allt stopp en þó í leik Liverpool og Fulham og þar er hann bara meittur illan Titi og ef þú skoða bekkin á Fulham, hver getur komið inn á? Við erum að dama hana, hann hlýtur að koma. Nei, hann setur hann ekki í bakurinn. Já, hann er komið hérna Kastanje. Já, Timothy Kastanje, hann kom inn á. Þannig að ég mæli með þessu snakki hér. Það er rosalegt, sko. Sem þetta er næs, þetta er íslenskt og þetta er svona pop snakk. Bítu. Þetta hér, þetta er harðasta sódavatn sem til Liquid Death. Ég var að hugsa að fara á eitthvað unders, finna einhverja góða línu þarna í Arsenal Everton. Sýstu þetta 2, ef og hefði. Það eru alltaf öflugar þegar kemur að gamlinu. Sýstu þetta 2. Ég setti á undir 1,5 í fyrir áleika á Liverpool Fulham. Það er datt. Þá er þetta bara Andri og Tetti sem þurfa að... Já, ég var með ef og hefði, sko, það var ég að spá í bettbilder, já. Ég menna það er, sko, líka bara seðli sem ég sett í, það er ekkert. Hann er ískaldur. Það er bara ekkert. Nei, ég var með -1,5 og Arsenal og Liverpool, sko, það er ólíklegt. Heyrðu, Arsenal, Arsenal skora? Nei. Það var að banka. Þeir eru hérna... Ég með hérna. Það eru fleiri mættir hérna, Arsenal menn mættir. Dælirinn á tjattið og svo er hann bara mættur. Hvaða design pace er þetta sem hann er í? Hann er designer Adidas. Þú gafst honum þessa peysu, eða ekki? Jú. Er þetta geggjuð peysa? Já, hann er heldur flottur í henni líka. Já. Hann er líka ekki búin að fara úr henni, sko. Það er mark, hvað? Marseille er... Greenwood. Sjáum hver skoraði þar. 4-0. Núkastúl. Og mér sýnist að vera Jakob Little Murphy. Já, hérna. Þetta gæti verið svona ándjók svona 8-0. Það gæti verið 8-0. Merlín. Galdramaðurinn. Elsku Nistrójaðna maður. Já. En hann er búin að ná í flott hérna. Lester var ekki svona þegar Vestan voru að spila við þá, sko. Já. Ísafjörður biður að heilsa Pónsunni. Já, bara sömuleiðis. Hvort er slottarinn meiri Jason Statham eða Prime Bruce Willis? Hann er svo gæðin aðni í Little Britain. Já, með svo Little Britain gæðin. Nú, svona, hvor er hérna betri 80 kíló köttaður, Fannar Freyr eða 90 kíló að Brynjar Ásgeir? Veit ég hvað það þýðir? Hefur Fannar Freyr verið 80 kíló? Það er svona... Já, hann var 80 kíló örugglega að vera í öðrum flokki, alveg upp og niður. Á meitra vinstri fót. Kantinn. Það var náttúrulega alveg lýgilegt hvað Brynjar gat spilað þarna, alveg spikfeitur í F-átriðinu. Er hérna Gunni Birgis, hann er hérna eini sem er búin að fara á Ice Guys tónleikana, náttúrulega þjóðina að pæli þessum Ice Guys tónleikum. Gunni, hvernig var þetta? Þetta var frábært, segir Gunnar. Mjög gott sjó. Hvað stóð upp úr, var það krumlan eða? Já, ég var smá svektur með hvað Jón Jónsson söng lítið. Jón söng lítið? Ég harðast Jón Jónsson maður. Hann söng of lítið fyrir þinn smá? Já, ég hef viljað sjá meiri svona... En hvað, fórst ekki á hann bara eitthvað í salnum? En Var það ekki nóg? voru börnin að syngja með Sexy Roo? Sexy. Hann tók ekki bara tónleikana. Gæti hann ekki breytt Er eitthvað textanum? þetta neðanbelti slaga? Já, það var mikið kjöfnverðislega orkaði. Já, kannski. Herra, það er ein spurning, það er rosalega hluta á Hafnfirðingum, þá er vantilega að tala með og andra, en gleymið því ekki að við erum með Tengdason Hafnarfjörður hérna á kantinu. Já, og bara náttúrulega bara býð þar í dag, sko. Það var alveg, þetta var recruitment. Þetta var sæn, þetta var sæni sem við þurftum. Finnur Dokk allt í einhverja þörf að tala handbolta, innkomu Emil Barja sem þjálfara og kvartaði fjölda hringtorka. Þetta er eitthvað svona, já. En það sem er svo, Emil Barja, hann mætti í handónut haukalið og hann bara einhvern veginn endurskipulaða. Já. Það virðist vera hann. En Matti Dalmæ var náttúrulega búin að leggja frábæran grunn. Hann var búin að kveika í því, eða ekki? Að þessu haukaliði. Og Emil Barja er svona kannski dálítið að græða á því, já. En þetta með hringtorkið, þið vitið hvernig þetta var til. Þegar deiliskipulega völlunum var klárt. Það var gæðin sem var að hanna, þetta var alltaf með kaffibollan á þessu skiluru. Kom alltaf blettirnir, sko. Það var hringtork hér.
Þetta er góð kenning. Ég held að þetta sé bara satt. Já. Við klikkuðum bara á þessu grænu og gulgötu dæmi. Við hefum þurft að hafa það líka. Það er svo sniðvinn. Já. Það er algjör snildarkerfi. Ég get kent þér á það síðar. Nú, 4 leikir í gangi. Er þetta búið í Þýskalandi? Er Bayern búin að tapa eða? Þetta er að klárast í þessum töluðum orðum. Það var eitthvað 10. hérna á Emirates að Declan Rice og Martin Ødegaard voru báði teknir út á 60. mínútu. Já, hann er bara komið nóg. Já. Það veitir hver á að taka hotnin? Það Já, búið að taka það vopnundaldið. Þetta er strákar, hver tekur hotnin vinstra með það? Var það Martinelli eða? Ødegaard þá. Hann var tekinn út af. Og Ræsarinn. Saka hefur að taka þetta hinum einn. Saka tekur það. Hortinho. Veitir hver er komin inn? Horginho drífur ekkert inn. En Vaneri. Já, Vaneri, já. Vaneri. Við viljum að sjálfsögðu að tjattið sé á fullu. Það er alltaf gaman af tjattinu. Villi er að spyrja, ef Arsenal væri rockljómsveit, hvaða rockljómsveit væri það? Já. Nickelback. Það er ekki eitthvað rólegt bara. Eitthvað svona balluðu kallar. Var þetta Kín? Var þetta hljómsveit Kín? Everybody changing. Hvað gætu verið hljómsveitin Elbow? Þetta er rosalegt út djúpt í Indíun. Ég vissi ekki að þú voru svona djúpur þar. Rockkulturinn er alveg svoleiðis. Já, það er smá elbow þarna, það er alveg rétt. Heldur betur. Þú varst að tala La Liga áðan og halda með liði. Hvernig er þetta með Bundesliguna í því? Já, ég er svolítið landlaust þar. Ég er svona myndi halda mest með Augsburg eftir að maður kynntist þess klúbnum ekki Alfred. Fóst og leikið þarna. Já. Þetta var sjarmur. Já, þetta er sjarmur. Er þetta ekki nálægt hérna munn hérna? Jú, þetta er þetta Suður Þýskalandi og þetta er í Bæjarlandi. Þeir vilja meina að svona Oktoberfestið hafi svolítið byrjað þarna. Já. Hins vegar er Augsburg engin partybæ, sko. Hann er þekkt, sko, Martin Luther hérna í síðaskiptunum. Já. Það er svona original Martin Luther. Ég gerði ekki nema 4 ritgerðir síðaskiptinu á sínum tíma. Fyrst í Snæðarskóla, fór svo í félagsvísindadeildina. Taldi mig geta gert betur og skert áfram en í þeim lærið það já, ég lærið það, ég gef bara það í félagsvísindildi við nutum góðs að því þið nutum góðs að því herra, Fulham í sókn það er ekki að gerast misjöfnuð fyrirgjöf þarna nú ætti Arteta að ráða svo kallan in-play þjálfara sem þjálfar leikmennina í opnum leik ég held að það var ekkert vitlaust spyr Kristoffer Jóhannsson Já, Kári, hann er að spyrja finnst þér Arteta þetta ráða in-play þjálfara það kom putti tilbaka þurfti að fá var það þumall eða miðfingurinn? Kannski var þetta ekki þumall hvað kalli eftir hérna vextirskreiningarnar hann Mjúral Mjúral, já fá þá, hann fengi bara eftir fyrsta markið í opnuleik ef þeir næði því þá fengi að mynda sig á Mjúral graffaði bara upp heldur betur mikil hlegið í túbortíinu í dag nú maður sjá frábær spurningar þetta getur Teddy Pons að hætta að vera svona er það vantaði fallegur væntanlega það er eitthvað, það er svo bara fyrir hann hefur ekist í endurtaka botnaði línuna þetta er ekki eins og spurning, þetta er bara fullering að botna ég ætla að giska hvað þetta sé Arsenal já getur verið betur sko Sheffield eru þeir ekki með það alveg í lás Sheffield United að vinna Plymouth þegar er eitthvað að detta þarna hjá okkur minn er alveg líklegur þarna Sheffield United að vinna ég þarf bara að fá marketta frá Arsenal búið þess að 2-3 mæns Býtu er ekki Bo Henriksen hérna IBVF það er mæn sko ef þú skrifa Bo Henriksson fram eða IBVF eða Valur spilaði fyrir 3 lið þarna sko það er þjálfarinn ég þarf ekki nema 6 mörg og þau þurfa þetta rétt í megin það er mitt eftir að gera góða hluti ég ætla að blanda gin og tónik fyrir ykkur strákar þegar kannski haldi þessu gangandi meðan að ég blanda fyrir ykkur eina blöndu eða svo ég eftir ég sá naflan öskra eftir gin og tóniknum þá vissi ég að var ekki gin og tónik þetta? Hvað er þessi gin og tónik sem var að tala um? Ég er búin að vera bara spenntur síðan ég fekk boð að fá að smakka á þessu ég ætla að segja passu hana núna en ég smakkaði hann síðast þú hefur smakkað já það er líka upplifun að sjá hann þegar hann er að taka börkin einhvern veginn flísja börkin sko það er þetta ekstra dæmi sko
Það er tött sem að, sjáu þið Já, hann er ekki að flýsja Sko ég sé þetta í tjattinu mikið Er það greip? Ef við erum með greip Já, þetta er greip, þetta er ekki afsíðu sko. Þetta er greip Ertu hættur í orange peel? Ég hef aldrei verið í orange peel. Ég hef bara, þú veist, þurft að því að sumir svona skítabarir er ekki með greip peel. Já Og það oftast þeir barir sem að þetta er ponsavinur. Já Ég er svona að hugsa með budunni þegar ég Já, einmitt Það er haksín á húsmáðurinn Þú borgar meira fyrir greipið Þeir eru þetta ekki með þetta. Þá er það að ég elst upp við appelsínuna Já, einmitt Ég er ekki mynd, já. Þannig að þessi frá. Þarna erum við Já Ok, hér eru við með þetta. Game er að taka alltaf gin og sonic Ég þarf hérna tónikinn. Hann smitar því á brúnina líka Aðeins. Já. Það stríkur þetta svona hérna og svo hérna. Er hvað að gerast í leikjum? Nei Þetta er alveg steindautt hérna á Emirates Hvernig er vestam á mánudaginn, Tómas? Já, erum við ekki konur í gang? Þeir eru útivelli á móti liðið sem tapar valla heimavelli Já Þeir eru nefnilega helvíti segir heima Já, ég trúi því ekki ennþá samt, með Bournemouth. Þetta hlýtur nú að fara, þeir eru ekki svona góðir. Trúir ekki fyrir þú takir á því? Já, þannig að ég er svona, því það er alveg value í vestanseyrunum. Það er alveg value þar. Þú ert alltaf með þetta, núna hlýtur rautt að detta. Já. Og það er svona virðist verið að gerast í þessum Liverpool Fulham-leik. Já, klárlega. Það virðist verið að gera þar. Hafið þið eitthvað að skoða sem að Jón Kári Eldon hafa verið að gera liðin hverfið mitt? Já, hann gerði hérna bónusvídeó í Hafnarfirði. Já, hann gerði líka Bryndís á sjoppu. Já. Býttu bónusvídeó í Hafnarfirði. Það er ekki til lengur, það er búið að rífa það. Og sama með Hvar var það? Bak við Hafnarfirðikirkju. Já. Það var alveg legendary sko. Þarna, veist ekki fjöldana Mountain Dew og Doritos bókum sem að ég veslaði þar. Ég fór einhvern tímann, fór þangað, þá var hérna, nei, þetta var sem sagt í sama húsnæði, það var ný gaur búinn að kaupa þetta, eitt gæðavídeó og ég lapp inn, spyr, herðu, Dead Man Walking, áttu hana? Döðu maður á lappi? Sean Penn? Nei, því miður. Nú þýtti þetta allt. Já, hann er þetta. Hann er bónusvídeó, sjáu þetta. Þetta er glæsilegt. Þetta hús hét hérna Dvergurinn. Já. Á mikið hérna tónlistarsenna þarna, það voru svona á efstu hæðinni. Up and coming hljómsveitir fengu að æfa þarna. Og Jakobin að rýna þarna? Úlpa var þarna. Úlpan var þarna, já. Það búið að rífa þetta. Nei, ég vil ekki, takk, nei. Er ekki ennþá hægt að gera request á hérna á byggingar eða? Takk hérlega. Já, það er hægt að gera request á tekningu. Ég var til í hérna vöruhúsið í Breiðholtinu sem er að gera slittast. Er þetta græðið það? Hverju mitt er líka með hérna Old Trafford og Emirates og alltaf senstu. Já, og kaffibarinn. Ég var að klára Old Trafford í gær. B5 líka. Já, svo er ekkert verð á þessu heldur. Svona þannig, þetta er bara sangjant, já. Þetta er sangjant. Það er dæmigerði Jón. Já. Sangjant en hörður. Já. Þetta er Vestló þarna, það er alls konar sem tóar í mig þarna. Ég ætla að fá mig Vestló. Já. Já, þetta er drengurinn maður. Við erum með sófakammi. Er hérna, ég er að fara að snúta. Tómi, ákveð vill ekki hérna gera tónatón? Það er ekki spenntur. Nei, það var nóg að fá hann bara síðast. Það var nóg að fá hann síðast. Þetta er snild sem er nóg að smakka einu sinni. Já, nei. Herðu, djöfull er hann góður. Þetta er rosalegt. Ég held að ég er bara, þú fegst ekki rosalega góð að gera tónatón. Var það? Ég leiði mig þá að smakka. Herðu, þetta er Leiðu mig þá að smakka. Ég seti ekstra klakka fyrir þig. Já. Ég þarf að fá alveg verið uppbót þarna á Liverpool-leikinn. Það sem ég ætla að gera fyrir sjálf. Já, færð þú þér alltaf aukakleka? Nú er bara spurningi myndi ég eftir að setja. Í Móbi. En við getum mælt þetta. Það eru aukaklekar af mér, sko. Er ekki ginn í þessu? Þannig ég vil þetta sniffa þetta bara. Ég myndi ekki alltaf að vera ginn í þessu. Nei, meina þá er hann það bara tvöfaldur. Jú, það er ekki inn í mínum, alveg. Í vestafalli.
Svona Jú, það var komin ekki Þú varst að gera þetta á Það var aðeins verið eins og Tómas vill þetta aðeins var spæka Aðeins spæka Þegar verið að rétta þetta drikkin segir ekki alltaf spæka hann aðeins Ég panta alltaf sko einfaldan barnum en býð alltaf rúmlega einfaldan Já Ég er þetta Lékur svona niður Já, ég vil hafa rúmlega einfaldan Hugsaði fallega til mín Jón, þetta er leiðilegt svona Hugsaði fallega til mín þegar þú setur genið út í Herðu, minn maður að koma inn á Ósúla Já Við hittum í ræktinni hérna Trossardin er að koma inn í Arsenal Já Fyrir Martinelli sínist mér Já, ég meina hann er búin að, hann hýtur að vera búinn að þegar að díla við Asli Jónga í 70 Já, hann fekk nóg Hann fekk nóg En sjáu þið núna Martinelli sko pakka saman af Asli Jón og Saka hún var pakka saman af Malaysia hann búin að vera meiddur í 500 daga og Mikko Lenko í dag Svona hann reynda hélt honum það þarf ekki mikið til og ég get sagt að ég sofnaði ég var ná þessum leik, ég sofnaði fyrir áleik það var aldrei gerst það verðist ekki þurfa mikið til Það er hotn í Arsenal Trossard Það er hotn Ég er að horfa á Wolves Ipswich og það er nefnilega mark hjá mínum mönnum Gabriel Það voru að tala svona hátt Ó, nei, ekkert Sjáu þið, þetta er hárrétt Þetta er Kunja Herðu, sjáu þið, þetta er bara skallatennis hérna alveg upp allan völlin kemur einn lauma deflection, er þetta ekki deflection á þá nær? Hver annar, Wolves var að jafna á móti Ipswich og það var að sjálfsögðu Mattíus Kunja þannig að þetta er á lífi en það þarf ansi mikið að gerast þannig að seðlinn hjá mér þetta Þetta er ekkert frábært hjá hann Múrits Nei og svo kemur Hvangarinn inn á Þetta er enda minn maður Ísjan Og það er alls svo lítið að spila Ég skil það ekki Er ekki búin að vera meiddur og eitthvað Er eiga inni Hér og Darvin að koma inn á Darvin Núñez Já, og það var einnund að tala um að það væri nú fríkass Á Darvin? Á tjatinu, já Og svo líka var að tala um hérna sko einspurning hver nota stærsta skónúmerið Andri mögulegur Dark Horse Nei Ok, hefur farið yfir þetta? Ég er 49 Wow Þú þarf að fara í eitthvað svona spesial Já, ég lappa ekki húra Nei Til dæmis Ég er í hærri mörkunum En hvernig dattir í huga þegar þú ert í 49 og ég sé Dark Horse í þessu Nei, mér dattaði ekki það var en Ásgeir sem spurði það Kæmi bara þarna 52 óvandur bara Já Er þetta ekki bara 43 eða? Þessi er allt og litlir Þessi 44 Það eru einhver örfá pör af þessu í Hamraborg 20 Það koma meira á mándaginn Hæ? Já Hvað er opið lengi? Það er opið eftir Anskotin 5 eða 6 Hamraborg 20 Það eru Liverpool að sækja Mo Salah með skot langt fram hjá Nú þetta er búið í Þýskalandi Við sögðum frá því að Bayern þeir töpuðu fyrir Mainz Þetta er næst síðasta umferðin fyrir jólafríi þeirra Þjóðurinn tekur sér alltaf frí Harry Kane er ekki aðna Nú er þetta að requesta OG Túborg-turnin Já, menn að segja hjá hérna hjá hverfi mitt Já. Góð pæling en hann myndi frekar tekna Flat Iron húsið Nú er The Croydon De Bruyne besta nickname deildarinnar var ekki hann hérna Smith Rowe, er hann ekki Croydon De Bruyne? Ég held það er eitt skemmtilegasta nickname í bransanum, ég er sammála því mjög gott nickname þar Gin og tónik, skálstrákar Já, skál, ríkala góður Maður finnur alveg maður finnir greipið, kikka vel inn sko, aftur hérna hvernig stendur á því að Bundesligaen í fótboltanum tekur sér jólafrí og handboltin er grjótharður kannski að þegar handboltin veit að hann þarf til að fá TV-ratings að vera að spila hann fær handboltin að blómstra og líka, þeir fara líka svo langt hlé í janúar og februar út af taka janúar, en ekki leikmenninir Ísland, við vorum að ræða hvort Ísland getur orðið heimsmeistari í handboltaðan það geti alveg gest, við eigum marga bestu leikmenn í heimi í sinni stöðu þetta er Aron Pálmarsson Ómar Myndur Aron er að koma í svaðalustandi núna
Nú að gegja með Vestbærum í En það er eitthvað vandræði með hann að landsinsbúning En Gísli Þorgir er hann topp-leikmaður í heiminum í dag? Já, hann er það. Ok. Hann er það. En Ómar er meiddur? Ómar er meiddur. Það er ólíklegt að hann er með, myndi ég segja, í stöðan núna. En var þetta að teipa hann eitthvað? Teipa þetta. Við erum bara með hörku leikmenn, þannig að Viggo kemur bara inn og fyrir að græja hlutina. Rosalega skoti á Berbatov, hvaða skóstæði Keli, 36. Þetta er... Sjáu það á myndinu þarna, sást í skóna. Þannig að the surveillance cam hann á hann. Þetta er nú óþarfi hjá Berbatov. Berbatov ekki með eins nice touch þarna eins og ofta áður. Backpressa, PB. Já, það er 155 hér. Já, það er 155. Já, það er 2010. Já, einmitt. 140, 2012. Já, 155 kíló. Tók ég í bekknum. Já, í sporthúsinu. Ekkert í vídeónu. Ég tók marg átt 140 sko bara sem ég pumpaði sko. Já, ég hef reyndar ekki tekið backlingi eftir ég skrúaði bakinn á mér af því að ég lyfti backpressu með öllum líkamann. Já, einmitt. Ertu svona fettur eins og stafurinn A? Þú vart að taka alveg ist. En ferði þarna gallan? Já, ég tók þetta á kjötinu. Já, var þetta á kjötinu? Var þetta ekki þarna sem strektur allur þarna? Var þetta fyrir hátti? Nei, þetta var eftir hátti. Ég var getinn. Ég tók 125 bara í síðustu viku. Ógetinn? Já, ógetinn fyrir hátti á kjötinu. Gilsarinn var þarna með eitthvað svona æði fyrir að vera alveg eins þungur og hægt væri. Og þá vorum við í rétt stöðum og svona. Þá bara snúður á kantinu. Snúður bara máttu vera að geta bara sem ég langaði. Man sér þess að powerliftara. Var þetta dirty bulk? Þeir eru alltaf með nammi á kantinu með þessi powerliftara. Þeir eru bara með Haribo. Já. Dælt í þessi. Þá kóluðinni bara beint í kerfið. Nú má ég sjá Ásingi backpressu-keppni í boði Epic og Nokko. Já, við erum til að skoða þetta allt saman. Það er að gerast þetta. Ég var heyri í naflanum með hann á sem hörmulega að leika á Emirates. Ekki mikil skemmtun. Ég gæti trúið að hann er á þriðja degi núna, hann gæti verið sofnaður. Já. Elsku kallum. Nei, hann er ekki sofnaður. Nei, hann er það harður reyndur. Þetta er grjótart kvikindi, þetta er eitt svo harðast síðan þekki í dag. Naflin, segir hvort hann tæki síman. Blessaðu naflin. Má sjá. Já. Liverpool er í sókn. Bolti fer til vinst. Nei, þetta er ekki. Hann lítur að vera búin að færa sig í lánsitt sko. Liverpool fyrirgjöf. Nei. Naflin. Hann er sofnaður. Naflin er sofnaður. Á þriðja degi. Þetta var lesið. Býtu, hann er eitt vakandi á Emirates eins og Gunnar Birgisson sagði, hann klappaði fyrir því. Það er ekkert að gera á Emirates. Þetta er bókasamt stemning á Emirates. The library. Já, þetta er ég var með nokkrum nöllurum fyrir daginn og þeir eru ekki sáttir með síðan. Hvernig fannst þið með þessa skipting á 60. mínútu? Fulham að skora Núnes að skora. Þetta var ekki bólegt. Fulham konur í 2-1 stórkostleg afgreiðsla þarna hjá Lundunarbúum og er eitthvað að gerast á Emirates? Ekki neitt. Já, þeir konur á síðasta hliðum. Sjáum hvort að Varherbergið gerir eitthvað í Liverpool-markinu. Alisson liggur þarna. En Hjörvar, þú eru átt á því að markalust jafntefli er náttúrulega þinn uppbólstaða því að hvorugt þið gerir mistök. Já, hvorugt þið gerir mistök, heldur betur, ég saman á því. Herri, við ætlum að kíkja á þetta mark hérna hjá Fulham. Takk hérna fyrir þetta. Boltinn best til vinstru á takksumleiðis. Herri, boltinn til vinstri, engin rángstaða. Timothy, engin rángstaða, ekkert brot. Nei, bara mark. 2-1 fyrir... Er þetta Trent? Nei, hver er þetta þarna? Joe Gomez. Þetta er Gomez. Hann er alveg steinsúandi. Þetta er Kwanza. Hann kom inn á hann. Þetta er Kwanza, er hann? Já, út af hann fekk rautt. Er þetta sjálfsmark? Gæti verið rautt. Ég fatt ekki alveg þetta finnis. Hann kemur fyrst við hann, fer svo í Joe Gomez. Kwanza. Já. Þú veist ekki að ljúa neinu með varaugun hjá þér. Nei. Þú bara sjá þetta einu sinni. Ég þarf bara að sjá þetta einu sinni. Árða komið. Herru, maður sjá, skókviss.
Herðu, já. Það er þetta inn skóquiz. Það er þetta inn skóquiz built by JKE, Jón Kári Eldon. Og í þeim tölu út á nýstar og hendi leynivatninu Bobby De Cordova Reed. En það er svo seint. En það er skóquiz, ok, Wayne Rooney Man United debut, hvað er skór? Þið viljið fá skóin sem hann er í hana, hann er í Total 90, þetta er Total 92, liturinn, voru þeir ekki, þetta er, sko, Fenerbahce-leikurinn, það voru með klift hérna. Ok. Já, allavega, viljið litin líka? Þetta er ekki debut þannig sem voru í meistaradeildinni. Ég er að segja það, þá voru með klift og með Fenerbahce. Er þetta silver eða hvað? Viljið litin? Ég ætla að segja að þetta sé, hérna, hann er hvítur og rauður. Total 90. Ég var að fara fyrst í gull, maður. Já. Aldrei að breyta. En bara höfum á hreinu að þetta er ekki debutbúningurinn hans, hann var kliftur. Hann var kliftur niður. Þetta er hérna Vapor 2 gullitaður. Þetta er rosaleg. Og þetta er hérna gullitaði Prettin öruglega í útstildaleiknum. Hann er hérna með bandið og er að fara út eftir hann skallaði Materazzi. Já. Þetta er vítið hans í þessum leik. Vítið hans í þessum leik. Það var leiðilegt að hann hafi ekki unnið þetta allt svo leiðis. En það er ótrúlega bólsi vítið. En það sýnir okkur það að hausinn á honum hefur verið eitthvað skrítinn en dag. Þú tekur ekkert svona víti í úrslitaleik HM nema hún setja algjörlega kólruglað þann dag. Nei, maður myndi alltaf bara loka augunum og dundra, sko. Já, ég myndi setja hann innanfúta. Já, bara besta bettið. Fá þetta markið. Sjá þetta. Að bara láta sér þetta var náttúrulega betri sagðir að þau unnið þetta allt saman. Gigi Buffon. En samt líka, á einhverjum tímabundi hefur hann haldið að hann hefur bara, herru, nei, fokk, ég er að setja hann yfir. Ég er að setja hann í slána. Nei. Hann er nipp. Það er svona skemmtilega tæft, sko. Já, líka það er ekkert var þarna. Nei, er þetta ekki reglan? Sláin er alltaf vinni. Jú, það er frábær regla. Já, það var einhver hérna. Er það ekki einhver eðlisfræði? Það var einhver eðlisfræðingar sem var Sláin, alltaf vinni. Einhver eðlisfræði áhuga. Já, sláin er alltaf vinni. Sláin er alltaf vinni. Og sjá. Já, en þetta er ekki meira inni en þegar Frank Lampard skoraði á móti Þýskalandi. Ég var að lýsa þeim leik. Og Pedro Mendes á móti Rauð Karol. Ég var að lýsa með hérna hirti. Kóvari. Já, ég var hérna og varst ekki trillt? Var þetta ekki breyk? Tróðum sig. Þetta var 2008 breykot árið. Þetta er 10. Það er þetta. Já. Það er hérna. Við erum bara, mark. Sláin. Aftur sannast þetta. Sannast í forkveðna. Og Hjörvar þarf bara að sjá þetta einu sinni. Já, ég þarf bara að sjá þetta einu sinni. Með varaugun hérna. Sko. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Hvað hét hann hérna? Var það ekki Karol í markinu? Hvað hét hann? Pedro Mendes. Já. En sko, Rauð Karol var eins og James Bond. Fór með hann inn í markið og lappaði með hann eins og hann væri með allt á hreinu. Og svo var búið að gera svona línu hérna svona. Þannig að það var ekki allir fyrir innan. Nei. En ef við höldum áfram, er við að skora eitthvað meira strákar í boltanum? Nei. Gabriel Jesus er að senda hérna fyrir. Nei, ekki neitt. Þú er búin að vera alveg all inn í þessum Úlfa Ipswich-leik. Já, ég er búin að vera alveg þungur á honum. En það hefur verið alltaf fyrir þetta. En ég reyndar með, sko, fullt af mörkum, svona með að við. 1-1. Já, ég er með 4. Þegar hann ber að fara út af. Já. Flottur sig inn á tónleikmaður. Hvaða hérna auglýsing er þetta hjá Ipswich-mönnum? Þessi starffræði formúla. Doc Brokin, 1000 kall. Doc Brokin, 1000 kall. Doc Brokin. Bara í dag. Bara í dag. Sí. Harvey Elliott, vinur Dr. Fútból, er mættur inn á. Harvey litli Elliott er mættur inn á. Það verður góð dífa og víti mættala. Já, hann átti skot hérna maður sjá, hann er með skot. Új! Rétt framjá, það er alltaf líf og fjör á Anfield, annað en á Emirates vellinum. Sé nú bara svipin á Gunnar Birgis og hann líst ekki á blikuna, Sean Dice með allt í að sjá þig Gunnar Birgis. Hann líst ekki á blikuna. Hvenær er Marrakesferðin? Hún er 20. til 27. Herðu, ítið ok eða eitthvað? Hvernig er aftur hérna... er áttur regla með hvað markmaður má halda honum lengi?
Hún er 6 sekúndur. Það er 6 sekundar reglan, já. Pickfordin var með hann held ég í svona 40 sekundur hérna núna, sko. Á gulu, já. Wengerinn, var hann ekki að koma með eitthvað? Það hefði hotn eftir 8 sekundur eða eitthvað? Jú. Já. Er það ekki alltaf leið? Já. Ég er traditionalisti, sko. Vil bara leifa... En það er svona auðvitað að dæma það heldur en opin aukaspil. Já, það er punishment that fits the crime. Já. Í hvað eru stæstu? Excel. Það er Excel, já. Er þetta Lars? Við pössum ekki þetta. Þetta komst ekki þetta, nei. Þið hvoru ykkur. Hvað stærði þetta? Þetta er L. Ég held að þú getur farið í hverju var naflinn þetta síðast? Hann var í L. Var í L? Hann er bara svo jacked eins og maður segir. Já, hann er helvíti. Það er náttúrulega líka skipti máli hvað er undir, sko. Ég er að segja það. Það er það sem að gera það verkum að passa svona fallið á hann. Já. Nú, líf og fjör á chatinu. Heldur betur. Er litla barnið með glerun nokkuð að laumast í bjór? Veit ekki hvernig hann að tala Nú veit ekki hvernig Nú mennir að benda mér á að fara á að Darwin Núñez skori Ég er ekki svo spennt fyrir því Ég var frekar einhvern veginn að fara eitthvað Liverpool next goal Sjóta Við eigum alveg fullt af uppbótartíma þarna. Var ekki alveg hérna 7 mínúna meðslið þarna í gangi. Finnum marka svona, þeir jafna þetta 22, hver jafnar þetta? Er það Van Dijk kannski? Nei, það er of. Arsenal að heimta vítaspyrnu. Er þetta vítingunni? Sko, ég meina þú fer bara frekar á Sala á 9 heldur en að fara á Darwin, eða ekki? Ef hann Sala var að detta í 10. 10, sko. Væri það ekki skemmtilegt? Ef við ætlum að gera eitthvað. Það er ávöxtun. Já, það er 10-fold ávöxtun. Það er það nefnilega. Sala, 10-faldur. Réttur í jólin. Ekki veitir af. Nei. Er hérna Arsenal-leikurinn of spennandi til að kíkja í kælin eða? Vantaði? Liverpool að sækja Bernd Leno, maðurinn sem var hent af Emirates. Já, bara eitthvað. Nei takk. Eflust einhverjir ósáttu við hvernig komið framar við Bernd Leno á Emirates vellinum. Já, byrju voru það... Já, hann var bara látið fara. Já, þannig, já. Það er verið að vara þetta. Þetta er ekki vítið, hann tötsar hann boltan. Þetta er vítið. Nei, þetta er bara... Hvað meinar ykkurna? Þetta sjónóttur reyndar... Ég sýndi þetta betur. Ég lifi búin að jafna. Tíma sjóta að jafna. Það var sjóta, maður. Það var sjóta. Við höfum þetta að setja sjóta. Já. Diogo Jóð. Ég er hrættur að sé að fara að flauta að víta þetta. Hann er allir ekki skjáin. Áframgak. Það sleppur þessu. Ætli Darwin Núñez að vera með hælinn fyrir innan hann þegar hann fekk hann. Tommi, hreinskili svar. Já. Var þetta víti? Nei, hann var ekki með hælinn. Ég fannst þetta í seinasta... Hvað ákveður er Bernd Leno að taka sjensin? Ákveður stendur bara ekki? Sjáu hvað hann gerir. Hann fer. Þetta er fáránlegt hvernig hann haga sig þetta í markinu. 2-2, Liverpool 2, Fulham 2. Ég þarf 2 mörg viðbót. Ekki nema. Já. Sjá. Leikurinn að hann er eitthvað að mynd hér af Darwin Neyhaf. Herra Adama Traoré er að koma inn á. Já. Þá er voðin vís. Shit. Guð blessi Anfield Road, segir ég bara. Sko, hlakkar í manni, ég veit, hann er auðvitað meiri, sko, substitute. En þegar ég horfa á fúlunleiki og sé að hann er í startinu, maður veðrast aðeins upp. Kvansa, þetta er ekkert eitthvað frábær ingum með hún. Nei. Everton eiga hotspinnu. 92. mínúta Tarkovski komin inn í teg. Það er nú alltaf hætta. Tarki. Já. Tarki farin inn í teg. Er Jörg Lasli Jóng að dæla þessu fyrir? Nei, leikmaður nummer 29. Já, Everton. Já, sá. Það var sá. Býttu. Nei. Það er ekkert að gerast. Ekkert að gera sinna. Nei, hörðu. Nei, upp með þið. Hérst það var víti, Ipswich mögulega, engin vítaspyrna. Ekki neitt. Fulham með líflega hotspyrnu og ekkert að gerast þar. En það er alveg nóg eftir þessum Liverpool-leik. Ef okkar að kíkja á B-deildina í Englandi. Svona... Já.
Maður sjá. Kíkjum aðeins á þetta. Ok. Mike Phelan effekt ekki að kikka inn. Ekki strax, ekki alveg strax. Það nokkrar fyrir. Hann þarf smá tíma á æfingarsvæðinu með Blackburn að vinna Luton, Middlesbrough að vinna Millwall 1-0, Sheffield Wednesday að vinna Oxford útivelli 3-1, Sheffield United að vinna Plymouth 2-0, Cardiff að vinna Stoke útivelli 2-1 og Sunderland að vinna Swansea í Wales. Darwin Núñez að náðla sér í gult spjald sín, er það ekki? Það var einhver leikmaður að sjá. Jó, þetta getur nú alveg rautt. Það voru heppin að þeir skoða þetta ekki. Hann fer hérna með sólan í hann. En ég held að guldspjald standi. Fer hérna hansi kaldur í þetta. Þetta hefði geta verið verra. Sjá. Já. Var herbyggið allir ekki að hafast frekar. Nú Uppbútt á tíman að verða liðin á Emirates. Hvað er í gangi á Emirates-velli? Þetta er Everton. Hvað er í gangi? Ég var að spila, United voru að spila móti Everton daginn á 4-0 og ég var brjálaður að ekki fara 8-0 sko. Hvað er í gangi á Emirates? Svona þessi seinni hálfleikur er svona bara með þeim ómerkilegur held ég sem ég hef séð sko. Já, Gríin Ablin búin að fara alla þessa leið. Gríin Ablin maður. Maður er svona einmitt hugsa svona fyrst og fremst til hans. Rándýr ferð. Hann er ekki einu svona að fá föstu leikadrein sko. Nei. Herðu, maður sjá. Nú, já, Liverpool og Fulham, það er brotið. Hvað er að gerast í Arsenal-leiknum? Listu. Herðu, byrju Doc Kóre. Brokka, þeir eru komin inn í teik, Everton. Nei, Brokka ætla bara að kæla þetta. Hann bara kælir þetta. Eða hvað? Sækja stíð. Nei, Partey tekur hann boltan Horkinni og þetta er að klárast núna. Þetta er bara senast að séns hjá Arsenal, Saka sendur hann upp. Ashley Young. En hver annar? Hann hlýtur að vera maður leiks. Ashley Young, sá er traustur. Já, Jón Kár Eldón talaði um það í hálfleika, hann hefði verið frábær í þeim fyrri og hann verðist alltaf að halda upp til hætti í þeim seinna. Það verðist vera. Hér er félagi minn að senda með mynd 98 is the new 65. Hann var að fá sér 98 tómu tæki. Vá. Já. Hann var að fá sér 98 tómuna. Það er merkilegt hvað þetta verður lítið fljótt hjá manni. Já. En það er ekki alltaf reglan að það meter hverja 10 tómur. Þannig að það þarf að vera 10 metrur frá. Nei, það er mest að lúða regla sem til. Og það er líka að vera með heldur stóra stofu til þess. Það er stórmeistar jafntefli Emirates. Þetta er búið. 0-0, þetta er búið þar. Liverpool að sækja, Diogo Jota! Og Bernd Leno með gott touchana, en það er hotspinna sem Liverpool á og við dættum í 90 mínútur. Við möttum að fá 9 mínútur bætt. Það er 9 mínútur bætt. Það er að bæta á Sala. Siggi Hjartar, það fer hann að sjá það. 9 mínútur. Hann hefur 9 mínútur til að bæta í mark. Sýnum hvað ég geti með boltan í netið, kallar hann á skjáinn. Hann kallar, sýnum hvað ég getið með boltan í netið. Sjáum. Inn með boltan. Hotspinna. Sala. Hvað gerir svo gamli? Nei, Iwobi tekur hann. Kemur ekki Iwobi. Herðu, Ipswich að skora. Vítu það? Nú er það reikin. Yfir uppbót. Þetta er búið. Beint í pungin á Iwobi kallinu. Það er steinleikur. Pickford lær. Já. Elsku. Herðu, þetta er nú meir. Þetta er ljótt. Er eitthvað sem var herbyggi getur gert? Það er alltaf lúðalegt að fara úr treyjun og vera sko innanundu treyju og með og vera svo í vestinu líka. Ef Vilhjálmur Hallsson og Valur Páll Eiríksson og stöðtöfum myndi eignast barn saman, þá er það algjörlega Jordan Pickford. Það er blandan. Þetta er alveg ríkalega dapur varnarleikur, sjáu þetta. Ég ætla að skipta þér úr Liverpool-leikin bara hérna. Var svona búið? Bitu. Hann stendur á það fyrir honum. Nei. Hann er ekki nóg mikið fyrir. Herru, Iwobi, hann er greinilega með viðkvæman punkt því að hann alveg svoleiðis er að drepast í múnum. Hann búið liggja þarna í einhverja mínútu. Já. Púlorunum er skemmt. Anfield vilja fá Endo inn á. Hvað er Endo? Spyr ég þér. Sala! Nei. Var þetta ekki Kuenka þarna? Ekkert að gerast. Liverpool þennan. Nei. Búið.
Ipswich vann. Adiós, Gary O'Neill. Gary O'Neill, game over. Það er bara lítur að vera búið. Ég heldur sko Leicester næst og svo að fara í eitthvað hrottalegt prógram sko. Eftir það, þannig að ég reyndar alltaf léttur þegar að Gunni Samloka getur fagnað. Já. Hann er hrifinn á Norwich. Virkilega? Já. Það væri gaman að fá Norwich aftur upp. Það væri gaman að fá aftur upp. Hann sparar ekkert lýsingar. Og Watford Muni ekki eftir Russell Martin þjálfara Southampton þegar það var hérna ár eftir ár í hásendinum. Jú, hrikalega. Eftirminnilegu leikmaður. Er Liverpool Sjóta. Díaz aðeins og lengi að þessu þeir eru bara Veitu, Ait Núri er brjálaður. Það eru 4 gæjar að halda Ait Núri hérna. Einna kvísla slakað á. En Liverpool, þeir eru svona the king of chaos. Bara alltaf í lokin eða þurfa mark að fá þeir svona 4 færi Núnesin er svona chaos kall sko. Kunja líka, það er líka verið að halda þeim. Það er bara ekki hægt að taka bandið af þeim sko. Hann er helviti léttur hann Ait Núri. Nei, hann er bara tekin í hérna bara headlock bara. Tekin í headlock? Hann held á hana bara eins og barni sko. Þau bara sleppt. Settu mig niður, ég ætla inn í klefa. Ekki láta að koma á orðin að snýr við. Sofa mennir mínir. Það er þungt yfir þeim. Já. Það er líka þungt að ná ekki að nýta sensin. Liverpool að fara að skora sigurmark sko. Já, fyrir utan það náttúrulega. Slott fekk nóg af Trent, tókur út af. Hefur einhver átt slakari seðil heldur en ég í sögu Dogsson? Ég held að ég sé með áleika slagan sko. Nei, Stók þeir jöfnu reyndarinn. Það var Arsenal sem eruð mér að falli. Ég er með, sko, ég setti 4 bett í seðilinn. Ég er með 3. Já, Newcastle reyndar. Já. Það var fyrir eitthvað örugt hjá þér. Já. Það var bara 3x. En það var líka 1.35 þar og flott í keilu vont hérna. Já. Sjá. Ponsan er Já. Þú ert eiginlega að toppa mig. Já, ég er að toppa, Já, með 3x-in, flott í keilu. Já. Man er því í keilunni. Já, viltu ekki fá þetta? Já, í millunni er við líka, en annars er þetta nú bara ves. Svakað með úlfana, ég held einhvern veginn að það væri bara góðir. Þú varst búin að tala með þegar þeir voru konur í gang eftir hennan Fulham-sigur. Já, þetta var algjörlega. Það er svona setur þann sigur líka í mjög skrítið samhengi, sko. Fulham eru búin að vera geggjaðir á heimavelli, sko. Herru Liverpool að segja, Mo Salah, nei. Robinson sigur þarna maður, sterkur. Þetta er góður sem á að vera í betra lið. Robinson, ég meina Fulham liður reyndar helviti gott lið en hann gæti spila fyrir betra lið. Alex Iwobi, maðurinn sem að ég veit að margir sakna af Emirates vellinum. Hann má sjá, Traore, Adama. Sjáu þið seðilinn hjá Tomma. Það er þarna, hann er að klikka á 1.25 stáli. Það er rotti. Þetta er djöfulegt. Að vera með sko jafntefli á 6,8 á Liverpool Fulham, hlaða í 9,35 og með smá búster þetta með. Aðeins að bústa. Smá búster. Smá að bústa. Nei, það er ekki að treysta þá, greinlega. Herri, þetta þýðir það að mannstjú, ef að Liverpool skorar ekki á næstu 3 myndum, eins og sem gerur ráð fyrir þeir skori, en ef þeir gera ekki, þá geta United og City minkað munin á toppin. Og mannstiliðin hafa greinlega ekki sagt sitt síðasta í titilbaráttunni þessar mundir Arsenal að gefa heldur betur eftir jafntefli gegn Everton. Ég sá Everton á Old Trafford daginn og mér datt ekki í hug að þeir gætu fengið stiga útivelli á móti einhverjum á svokölluðu top 6. Ég sá United í síðustu viku. Þeir eru ekkert að fara að fá neinn stig á eftir. Við sjáum til. Ertu að tala um 1-2 útisjórinn? Já. Nei, ég er að tala um 2-0 samfærandi tapið á Emirates. Ég var viðstaddur þann leik. Það var hotnin. Það var hotnin sem að Er setpiece þjálfarinn veikur í dag? Síðustu 2 leikjum. Hvað hét hann minn maður sem alltaf hérna? Í Þór Þórðarsson? Kino Rockford. Já, minn maður. Það var algjörmeistari. Liverpool að sækja Kwanza kallinn. Nei, hvað sjáum við hérna? Arteta átt, já, heyrðu. Þá er nú fokið í flest skjól. Fokið í flest skjól. Þetta er búið hjá hann. Þetta er aldeilis yfirlýsing. Þetta er búið hjá hann.
Það var auðvitað jafntefli. Ég var hakkaður. Það var hakkaður. Hver var að hakka Jón Kára Eldon? Það er alveg erfiður maður að hakka því að náttúrulega öll password og svona á hreinu. Já. Hann með svona four-way authentication. Harfi litli Elliot. Reinin. Hann ennþá hrættu við Ponsuna. Eftir að Ponsan fór í andlitið á hann. Sko, konan hans var hrætt. Harfi var ekki hrættur. Var það ekki? Nei, sáu þarna 120 kilo Ponsu í andlitið á sér. Hann var rólegur, fannst mér. En hann hefur ekkert getað síðan. Nei, hann var meittur eða ekki. Búin að vera eitthvað meittur. Já, svona. Smittur. Var það stay humble moment eða? Já, honum. Já. Nei, þeim lendi ekki saman. Teddy var bara að spyrja, heyrðu, leggstuður hérna. Hann sagði, Já. Ég þurfti bara að gera sem ég þurfti að gera. Heyrðu, Liverpool með hotspinnu. Og Siggi Hjartar er að horfa. Siggi Hjartar. En sko, Ponsan er nefnilega búin að halda Hotspinna. Hræðilega Nei, þetta var hotspinna. ömurleg Og ég sé að Arsenal-menni, þeir hrista hausinn í sófanum að sjá svona hotspinna. Þeir eru ekki séð svona lengi. Harfi litli Elliot. Reynda með aðeins hærri. Bernd Leno. Og hvað er hér? Hendi. Mo Salah, hendi. Og trillist. Nei, hann trillist ekki. Mo Salah má eiga það. Hann er alltaf eins og maður. Eiginlega. Það er eiginlega aldrei sem að hann hafa sem svo fíbl. Það var það sem Messi var með þanga til HM í Katar. Þá fenguðu að sjá Bad Boy hliðina. Messi Salah er aldrei sést nema. Kann sig. Van Dijk Mark. Er komið Mark? Nei. Þetta er að fjara út þarna. Það var fílt. Já, það er bætaflega við skamt einni. Og hann lág þarna með pungin alveg helving. Það var rosalegt. Hann hefur hitt alveg beint í pungin. Já. Það sé ekki svona mínúti eftir þetta? Já, ég myndi alltaf það. Þetta kvansa, þetta yngastjánu síndi mér einhvern veginn að hann vantar svona smá touch inn að strók. Eins og móti hérna á Old Trafford í vor. Já, það er eitthvað svona, hann er búin að eiga erfiða innkomi í svona leik. Alex Iwobi. Því þetta pressu leikmaður. Þetta er búið. Slóttarinn. En áður en svo fréttina hvað gerist á Emirates og þá kannski. Það voru þetta gott stík. Hvað sér ég? Já. Starti í Villa. Duran, hann bara heldur sæti sín í liðinu. Já. About time, sem myndi einhverju segja. Oli, on the bench. Chelsea gæti minkað þetta 2 stig á morgun. Á Liverpool? Já, en það er náttúrulega Liverpool á leikin. Já, ég er leikin á það móti utan leikinni, alveg rétt. Já. Kannski með það að vera einum færri nánast allan leikin, þá voru kannski 2-2 ágætis úrslit fyrir Liverpool sem að auðvitað hefðu viljað stigin 3 ofboðslega óvænt tíðindi í dag. Arsenal sem að væntanlega hefðu líka viljað stigin 3 gera 0-0 í jafntefli við Everton. Og ekkert í gangi í seinna hálfleik, sko, ekki neitt. Hefur Kamara verið að spila hjá Villa? Hann er nýkomin inn í liðið aftur. Hann er skemmtilegur. Já, hann er góður spilari. Ég var aðeins að tóka hvernig var ekki að þetta er Arsenal fór rautt snemma í leik það var lélegt hjá þeim en var það gott hjá Liverpool. Þetta var alltaf leið hjá Liverpool, já. Og byrju, hvaða leik var það sem að Arsenal fekk snemma rautt? Brighton og Manchester. Er hann að fara í 5? Já. Herðu, þú ert vakandi. Naflinn er vakandi. Já. Hann er vakandi. Að sjálfsögur er ég vakandi. Nei, ég meina þessi leikur á Emirates-vellinum, takt okkur aðeins í gegnum þetta. Hvað var eiginlega gangi á? Sko, það er bara Arsenal kom hvorki löndni strönd. Það er bara nákvæmlega þannig. Pickford og Ashley Young voru frábærir. Já, Ashley Young, maður leiksins. Kallt mat. Höfum þetta faglegt. Pickford og Ashley Young voru svolítið þeir sáum þetta. Herra, það var Ali Palli á morgun. Já, það er Ali Palli á morgun. Við erum í Jesu. Það var í Jesu þema í Ali Palli á morgun. Ætlaði að vera lærisveinarnir. Já. Það var Jesu og Marja May og Jósef og Lætur. Hver er á kartinu á morgun? Hvað séu? Hver er að spila? Er ekki Humphreys? Það er heimsmeistarinn Humphreys. Og svo bara einhverju jólasveinar. Ég held að Keegan Bradley verði þarna. Nei, heitir hann ekki? Já. Nei, maður ekki. Herru, ég held að við bara tryggja að vera vakandi. Já.
Miklu vegar. Farðu alveg, elsku kútur. Þetta var maður á þriðja degi að hósta þarna. Takk fyrir. Brjósviðin mættur Nei, þarna. þetta getur að koma smá æla með þessu sko. Gamli góðu að renni á kallin núna strax. Ragnar Ingi Ragnarsson segir einfallega takk, leður hans, virðing á Chelsea nafnið, takk. Þetta leður hans. Leður hans, já, ég held að samt ekki. Og leður hans væri ekki á chatinu núna eftir það sem hefur gerist í Arsenal. Nei. Þekkjandi leðrið. Hann er líka með setu. Já. Leður hands. Everton var alveg með samt 5 á ramman sko. Já. 5 skútar á ramman. Nei, ég segi Arsenal á móti Everton. En bettbildurinn okkar, hann datt ekki. Hver klúðraði því? Við stóðum okkar plikt allavega. Ætla að hafi ekki verið ég. Hver fokkaði upp bettbildurinn? Já, ég og Ponsan. Ponsan mögulega líka. Fekk Lúkits ekki gult eða? Hann alltaf breytti hans leikt að þetta rauðarspjöld. Já. Voru ekki eins og 9,5 skútar mark? Þetta erum ekkert að rönna neitt. Nei, þau voru bara eitthvað átt í bara 5 eða 6 sko, það var ekkert mikið meira það. Nóa spjöldum í þessu leiksamt. En Lúkits kallið náttúrulega að halda sér á mótunni. Við þökkum kærlega fyrir minna á það, Hamraborg 20, þar getið náði nariðutan á 1000 kall í dag. 1000 kall nariður, svo er einhver nokkuð bara inniskom, þau eru að farin núna í Hamraborg 20. Ertu með posa hérna eða? Nei, en ég ætla að fara í Hamraborginu núna, ég ætla að kíkja á hana kall sem er að selja þetta fyrir mig. Ég þekki hann ekki neitt en ég treysti hún samt. Ég hendi bara dótur í hann. Seldu þetta. Já, því þetta er bara Hamraborginu, ég veist að ef þetta á bara eitthvað stað til, þá var það hér. Já. Takk fyrir í dag, Dóttarfútból og auðvitað Epic Bet, þakka kærlega fyrir sig, minna á það 20 verða 50, ef þú notar dokk tilbúðu góða, 20 verða 50. Við sjáumst hér aftur að viku liðinni á sama tíma, frábær fyrstileikur hjá þér, Andri, og Ponsan frábær, allir hafnfyrringandi mínir flottir í dag, gablararnir góðu, Gablarar special. Flottasta gatan í Hafnarfirði. Lækja gata. Lækja Hvammur. Ég leggja gata. Ég er Hverfisgata. Hún er reynda svaka. Hún er þetta mjög góð. Ég er svona traditionalisti þegar ég vil fara út fyrir senterið hans. Útkvörfin. Jófríðarstaðavegur. Já, það er enda frábæk gata. Það er svarið sko. Það er rétt að svarið. Ég þekki þetta allt saman. Vartu með kaþólsku kirkjuna. Einu sinni voru mamma og pappa að pælja að flytja ánga. Já, Jófríðarstafin. Já. En ég er náttúrulega þetta up and coming leikmaður hjá IK og HK. Ekki séð. Þá þetta ekki mál. Dóttarfútból, takk fyrir sig, verið sæl.